19. febrúar og Auðun Blöndal heiti ég, sitt hér í við tækniborðið þó ég kunni nú ekkert á það og beint á móti mér sitja tveir kumpánar, annar heitir Steindi Junior, hinn heitir Egill Einarsson. Ég ætla að byrja þér Steindi, hvað segir þú gott? Ég mjög góður, ég fyllandi fínn og ég fróðandi góður í dag. Bara eins og alltaf? Já, svona eins og yfirleitt, já. Já, þú varst nú eitthvað að ræða þann daginn og ætlar að fara að finna þér eitthvað nýja innkomu. Já, svona, ég veit ekki, ég kann ágætlega við þessar gömlu, góðu. Já, Egill, hvernig er þú? Ég hef aldrei verið betri. Þú er aldrei verið betri. Ég er bara svo nýr. Það er gott að heyra þannig. Þeir eru báður í stuði. Er föstudagur í ykkur? Glænýr. Það er mjög mikill föstudagur. Það er bara... Já, út af því að það er komið sumar. Nei. Já, þú veist, það er eiginlega að 19. febrúar. Eftir 3 mánuði er... Ekki vera með drastli beint í mikrofónum sko. Málega er að andar þessu raf sígarettu reik alltaf yfir andlitið á mér. Þetta er ekkert skaðlust sko. Það er búið að banna þetta inn á fullt af stöðum. Þetta er 100% skaðlust. Þú veist, óbeina reykingar eru skaðlust. Óbeina reykingar raf sígarettum eru skaðlust, já, þetta er bara gufa, vaskuða og þetta er bara smá skittleslikt sem er að dreifa hérna í stúdíónu. En þó megi vera með þetta, hættu þessu. Þú ert í útvarpi núna, getur ekki tekið þetta mitt. Sko málega, ég er bara að fá það staðfest að þessi óbeinar reykingar af þessu rafsíkvötu séu skaðlausar og skal ekkert væli yfir þessu reik sem alltaf er andlitun á mér. Það er ekki bara. Já, við bara googlum þetta. En hvar voru það aftur? Við vorum að tala Já, sumarið, alveg rétt. Já, það er ekki alveg sumar komið en. Sumar er ekki skítkalt og Málega, þið ekki gleyma einu. Það er sumar, eftir 3 mánuði er maí. Þannig að ef þið hafði hugsað ykkur að vera skapnirinn að beini þá þarf að byrja köttið núna. Ég er alveg góður. Ég bara gæti ekki verið betri. Ég sé bara feskur sjálfur með það sko. Ekki fann að stressa nú einhverju sumarkötti. Sumarkötti? Hversu oft voru þið bera ofan í sumar? Aldrei held ég. Já, þú veist, kannski verður þetta frábært sumar. Og fyrir hvern þá, þú veist... Þetta er góður punktur á Steinda. Þú þarft ekki að vera í sumarkött á Íslandi. Þú ert alltaf í peysu. Já, síðan skreppur út. Ég er fjölskyldi maður. Fyrir hvern ætti að vera að bera á mínu drullu saman. Það fer ekki sund. Nei, ég meina, hvað með þótt að ég sem einhverja bumbu? Mér er drullu sama. Ég gæti ekki verið meira sama. Ég teki eftir því drullu sama. Ég myndi aldrei eyða tíma í líkamsrækt. Mér finnst það vera waste of time. Egill var rosalega hissa að þú vildi vera með bumbu í sundi. Það er ekki sund. Þegar þú færi sykursýki 2, ekki koma þá vælandi til mín. Þegar læknirinn segir við þig, Steinþór, þú ætti aðeins að fara betur lífstíl. Þú kemur vælandi til mín þá. Alveg góður, en ég hafði það gott þangað til. Veistu hver er eina ástæðan fyrir að ég er duglegur í ræktinni? Það er að því ég er sköllóttur. Það var, sko, þegar ég snóðaði mig, ég er ekki að ykja, það var þetta örlaðaríka ár 2006 minni mig, að ég eldist bara svona 10 ár næstu. Nú, akkur. Því ef þú ert sköllóttur og fitnar, þá verður þú bara einhvern veginn eldri framan. Þannig ef þú væri með þykkt dökkt hár, verður það spikfeitur og allt niður. Nei, finnst þér Steindi spikfeitur allt niður þessi? En þú getur verið með, sko, dökkt tagl, Steven Seagal stæl. Agfeitur, eins og Steven Seagal er. Hann er ekki agfeitur. Hvernig finnst þér hann, til dæmis? En ég er ekki alveg sammálað, sko. Ég get nefnt til nokkra menn sem er sköllóttir og spikfeitur og lítið mjög vel út, eins og Jón Gunnar Geirdal. Ómar Ragnarsson. Ómar Ragnarsson er ekkert feitur. Nei, hann er í toppmálum. Hann er kannski búinn að taka svo á frá því saman síðast. Ég hef aldrei sé Ómar Ragnarsson feitan. John Goodman. John Goodman er ekkert sköllóttur. Ertu viss? Já, þú ert bara ég andan hana eitt af það sé fann. Við erum með þéttan og góða þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Við förum ég ætla að hendi í myndunni fyrir kæðsandekur eftir. Það er pásu. Það kemur einnig dagskrárliður sem er búin að vera í góðri pásu. Í tilefni þess að Gettu betur er í sjónvarpinu þessa myndir. Þá hendi ég í Gettu betur. Já, þeir koma hérna eftir Frikki Dór og Sverrir Bergmann. Já, og þeir koma og keppa í Gettu betur hjá mér í dag. Þeir eru með þjóðhátíðarlagið þetta árið. Pressa. Mikið pressa. En ég held að sé ekki að þetta fá mikið betri menn heldur Frikka D og Svessa sko. Það held ég ekki. Við erum með myndir fyrir kæðs, Gettu betur, sturla staðreyndir. Við ætlum að hringja okkur inn Veika aftur. Það gekk vel í síðustu viku og ákveða að reyna það aftur. Hringdum í Krónuna og Eimskip, Samskip. Já, ég hringdi í Eimskip. Já, það er hressandi. Hér stöndum við risastórum stöðum spurningakeppni Gilsarans. Og er keppnin hér í dag? Er þetta eitthvað sem að vill vinna eða hvernig er? Já, þetta er það sem vill vinna. Hvað er þema í dag? King of being a real man. King of being a real man? Já.
A real man og En þá þetta, mér finnst þetta mjög líklegt því sem ég búin að tapa svo strax. Þetta ekki eitthvað, þú veist Nú, viltu meina og sért ekki real man? Nei, mér finnst bara líklegt þetta að sé hvað tekur í bekk og hvað tekur í rættinni. Ég ekki með eina líkamsræktara mataraspurningunni. Nú, ok, þá ég að fara að taka þetta. Það er ósækjart og þú ert náttúrulega a sack of shit og ef ég með eitthvað mataræðs og æfingarspurningu þá veit ég að það er ekki gott fyrir þig sko. Hérst að Egil myndi meina að þú er að vera í ræktinni til að vera real man. Já, mér fannst það alltaf vera þannig. Nei, ég er ekki með þarna. Ég er bara með ekki vænt Steinþór og það er ósækjart. Já, eins og sé, ef það er ekki einhverja ræktarspurningar þá getur þú verið neðan. Þá er ég bara mjög það er líka stærstu fréttir svona næststærstu, ef ekki stærstu fréttir hérna í Mæli og Patrik-hotninu mínu eftir. Nei, Mæli og Patrik-hotninu, það er dögt Nei, það er ég að segja að risa fréttir öðun. Næststærstu fréttirna sem við komum? Nei, það er stærstu. Það er monster fréttir af Mæli og sjálfsögur líka. Ég held að þú sért sá eini sem að vinnur í fjölmiðlum í dag 100% á eini í Evrópu sem ert með vinnu í fjölmiðlum og ert að fjalla Patrik Schwarzenegger. Ég held að það sé bara staðfast. Veitu hvað, ég ætla að gíska það að þau séu bara að byrja aftur saman. Þetta er það stórt. Þetta er ekki það stórt. Trúlóðast einhverjum öðrum og gaur hérna. Nó, þetta er ekki það stórt. Hemsvort eitthvað. Allavega, það er þéttur og góð þáttur í dag. Ég lofa ykkur því. Það er árshátíð á 365 á morgun, þannig að við drengirnir erum í fílingan og rólegheit í kvöld, en við erum samt í gír. Já, menn að hlaða batterín fyrir morgundaginn. Já, og hér er lag sem ætti nú að koma einhverjum í gír. Þetta er Naughty Boy og Beyoncé. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. Nothing else matters now, you're not here. So where are you? I've been calling you. Ef ég tapar sjálfur mér þá tapar ég öllu, segir Naughty Boy. Það er svolítið til í því, segjum við þá. Þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 og við drengirni þökkum ykkur kella fyrir það. Við verðum hér til 6 í dag og erum í miklu stuði og það er komin tími á slúðrið hér í FM 95 Blöð. Við erum að fara núna í Amerísk slúður. Amerísk slúður? Ertu með Íslands slúður í dag? Það er einhverja pásu? Nei, það er í pásu. Það er ekkert Íslands slúður í dag, en það er Amerískt og ég veit til þess að Egill ætlar að lauma inn hérna smá Patrik og Mæli. Nei, það er sér dagskrálið sko. Já, ætlar að hafa sér dagskrálið það. Þetta er, þú veit, 2 innkomur. Ég held að það bara svona kom inn á þetta. Hefðu tíma. Þetta er mikilvægt að fréttin í dag. Ég ætla að byrja slúðrið á Íslandsvinnunum og töffaránum Justin Bieber sem nú leiðin aftur til landsins. Já, Bieber Machine. Hann er að fara að ættleiða annan apa. Og hann átti apa hérna fyrir einhverjum árum síðan og það var allt vittlust, var í Þýskalandi eða hvar sem hann var, skipt hann eftir eða eitthvað. Og já, hún fór svo gaman að eiga apa, hann ætlar að fá sér annan. Hvernig apa er þetta? Simpansi bara eða? Já, svona, það er myndað með það. Lítill krútlegur apa? Já, mjög lítill og krútlegur og ég verð að viðurkenna það, ég verð til að eiga svona apa. Þú veist, hann kúkar og hann það er að hangi í ljósakrónuðinni og almennt vesen sko. Fyrsta lagi á ég ekki ljósakrónu og í öðru lagi þá ger ég alveg grein fyrir því að apinn myndi kúka sko. Heldur að þú myndir samt ekki handla það sko. En heldur að Justin Bieber sé að fara að hugsa eitthvað innan apa? Hann er náttúrulega með aðstoð, hann bara leikur við hann. Það er mjög þægilegt að vera Justin Bieber. Hann þarf bara að leika við apan. Hann er ekki að fara að gera neitt annað. Hann er ekki að fara að fara með hann upp á dýraspítala eða vesenni að taka kúk eða kenna honum eitthvað drasl. Á er bara einhver aðstofamaður fenginn sko. Þetta er svipu típu á Friends apinn gamli. Já, hann er mjög líkur honum. En sko, já, hann Marcel sem að rosati. Já, hann getur ráðið náttúrulega einhvern bara til þess að sjá apa sá skítverkin einhvern veginn. Hann er bara að leika við hann og þetta er ekki eitthvað sem maður ætti að fara að skoða eins og George Clooney, hann átti svín. Það er ekki svolítið gaman að eiga svona öðruvísi dýr sem gæludýr. Þú mátt eiga svín á Íslandi, en ef þú væri með apa heima þá kemur sérsveitin heim til og sparka upp hurðina og berja alveg í drasl sko. Ég efast að sérsveitin kemur heim til minni að þetta apa. Akkur færður ekki snák? Í, akkur? Bara engan áhuga. Gefur þessu hamstur og geta og það er ekkert gaman að eiga snáka og situr upp í sofa til dæmis í chili. Það er gaman að gefa hann hamstur. Já, það er örugglega bara eina, það er samt eða hálf ógeðslegt. En ég veit ekki hvort að Justin Bieber taki apa sinn með til Íslands. Hvað heitir apinn hans? Hann er ekki múin að skýra hann. Það er monsterfrétt þegar hann skýrir apan. Ég er mjög forrönd að veit hvað það heita. Já, það verður monsterfréttir að Justin Bieber skýrir apan sinn, hann er ekki búinn að því. Svo talandi monsterfrétt, þá er það Kardashian fjölskyldan. Ég er alltaf með eitthvað slúður á þeim.
En það víst rosalegt rifrildi í gangi núna á milli Kris Jenner og Caitlyn Jenner. Já, Caitlyn Jenner hét áður Bruce Jenner og var pappi stelpnanna, eða fósturpappi. Og hann að tuði stelpunum núna? Hann tók limin af sér. Nei, hann ekki að tuði stelpunum. Hann að rífast við Kris Jenner sem náttúrulega fyrirvændi konan hans. Því að Kris Jenner vildi meina að Caitlyn Jenner hafi verið vestklædda konan á Grammy velunafendingunni eða einhverju velunafendingunni daginn. Byrði eftir að tala pappan eða kona? Sem sagt, pappin heitir Caitlyn Jenner. Já, og hann var vestklæddur? Já, vestklædd, þetta kona í dag sko. Hún var hrikalega illa klædd. Já, hvernig var hann slött í það? Já, hún? Kris Jenner vildi meina það, mamman vildi meina að Caitlyn Jenner sem var einu svona pappin. Ekki C-H-Kris, heldur Kris með K-i. Já, hún pappin hafi verið svona nett slött í hana. Hún náttúrulega ekki pappin. Bara að segja bara að hann væri svo trúður og það bara að haga sig. Já, hún samt pappi stelpuna. Já, hún ekki bara hann mamma eða? Hún mamma eða? Ég bara þekkit ekki. Kris Jenner, hún er svolítið að passa upp á brandið. Hún er að passa upp á the Kardashian brand. Já, Kris Jenner er svona umbóðsmaður. Já, hún er að, ef einhverju hafa svo trúður, þá mætir hún. Já, og hún vildi meina að Caitlyn Jenner hafi verið illa klæð. Hann trúðast á svona hátíð. Já. Ég sá líka frétt, Ragaugrund, ég fylgist mikið með The Kardashians, að hún var með áhyggjur af Kanye var að eyðileggja Kardashian brandið með þessu Twitter-anti sínum daginn, sko. Ok. Það var ekki vel í hana heldur, sko. Ég held að Kris Jenner þurfa ekkert að áhyggjur að Kanye West sé eitthvað eyðileggja Kardashian nafnið. Já, hann er Kardashian nafnið ekki löngu ónýtt, eða? Hann er mjög tengdur Kardashian fjölskyldunni, vægast sagt. Nei, ónýtt þetta ekki. Risa brand en þá. Ég veit ekki, hvað er að gera? Raka inn Cassie, öll. Já, en þau ekki bara að gefa út ylvötn og eitthvað svona, Ertu búin að horfa á Keep Me Up with the Kardashians? Nei, ég hef ekki sett það, pappi minn að horfa á þetta. Taktu hérna, þetta er að koma á róvart, þú ert að festast í þessu. Taktu 2 þætti, þú ert að festast, eftir það verður aðdáðandi, ég get lofa því. Já, en þau verður ekki að gera neitt, skilur þú veist, eitthvað gott, fattur þú? Málið, ef ég var alveg hreinskilinn, þá var Keeping Up with the Kardashians, svona fyrstu 2 seríurnar voru mér skemmtilegar, því að þá voru þættirnir eðlilegir. Mér finnst þetta gott núna eftir að hann breytti sig, tók limin af sig og veist, allt þetta drama sem er í gangi núna, mér er að veisla. Já, ok, ég hef ekki séð, ég hætti henni að blóra á það, því í fyrstu 2 seríunum, þá sá maður, það var bara að vera að fylgjast með þeim í þeirra lífi, hvað þau voru að gera, mér fannst hérna Chloe og mér fannst það skemmtilegar og hressar og mamma var fyndin. Í dag finnst mér þetta svo pródúserað. Þið veit að þú getur alltaf, það er búið ákveða bara, herðu, nú verður fjölskyldan hittast hérna og taka mat af því við erum að mynda. Og þetta gengur allt út á branda og auglýsing, allt sem þetta er alltaf svona, sko. En þú hérna getur alltaf fengið pappa minn til að koma hérna og ræðum þetta. Heldur ég alveg að pappi myndi vilja koma að ræða Kardashian hérna í FNB? Þetta er þá hef ég áhyggjur af pappa. Hann horfir á þetta, hann elskar þetta, ég er ekkert að grínast. Sko, en ég er sammála Chris, ég held að sko hlutabréfin á Kardashian brand hafi dottið hans eftir að Kanye byrjaði þetta randsitt. Ok, og svo er loka slúður líka af þessari fjölskyldu. Það er ekki með slúður en Kanye, já. Það er Kylie Jenner hérna, önnur yngri systirinn. Hvað eru þetta mörg sískinni? Ég veit það ekki. Eru það alveg 10 eða eitthvað? Já, 6 eða eitthvað. Og eru allir að gera sitt bara? Já. Hvað er það eiginlega? Hvað eru það að gera? Er þetta kvikmyndagera fólk eða? Er þetta söngvarar? Ég er vinna með social media. Já, bara social media og bara tíska og svona vörumerki. Já, þú veist, já, ok. Ég veit ég alveg ógeðslega lítið þetta, sko. Ég veit bara hvað Kim Kardashian er. Fjölskyldan er að gera, hún er að gera frábær hluti. Já, það má vel vera. Kylie Jenner, hún sem sagt á kærasta sem heitir Tyga og hann var að gefa henni $15,000. Vá, þetta er sko 2 milljónir rúmar. Svona grill í tennurnar. Gefa henni? Já. Skrítið að þú var ekki tala að þegar Paul McCartney komst ekki inn í partí á Tyga. Já, ég ætlaði að tala um það. Það fylgir hérna, en það var vist ekki Tyga að kenna. Nei. En ætlar ekki að tala um Kanye í þessum hætti það? Hann er búin að vera að tapa sér undanfærið. Já, hann er bara að tapa sér, þetta er bara mikill og flottur listamæður. Hann er að betla pening. Hann er satt að tapa sér. Vil fá borga fyrir sína list. Fyrst alveg hann takkaði Zuckerberg og vildi að hann gefi sér $1 billion svo hann geti borgað alla skuldurna sína, sko. Þeir minnst að Zuckerberg er bara að kasta sér á það. Það hefði kannski verið góð taktík að biðja Zuckerberg þetta á Facebook en ekki Twitter sem er samkynnisaðilega, sko. Ef hann ætla að halda honum góðum, sko. Fyrsta skref. Hann sendi á Zuckerberg á Twitter, gamli, þetta til að gefa mér $1 billion. Er Zuckerberg á Twitter? Hann er á Twitter, en það er samkeppnins. Zuckerberg hatar Twitter, hann sendur þetta þar. Þannig að þá er strax skita nummer 1, sko. Já, hver er líka að fara að gefa þér biljard? En þetta var slúðrið hér í FM 95 Blöð. Hér strax eftir auglýsingar förum við myndur fyrir cash. Yes. Sem að hefur í smá pásu. Það er ekki hvort myndur fyrir ekar, heldur myndur fyrir cash. Hei, kæru hlustandi, hvað ert þú að gera núna?
Einmitt, hugsa mig, akkurat það sama og ég var að gera. Ég var að hugsa þig. Pétur Jóhann óheflaður í Tjarnabíó. Nánari upplýsingar á miði.is. Pétur Jóhann óheflaður í samstarfi við Gallerí 17. Pítsudagar á pítsunni. Þú sækir pítsu á matseli á aðeins 1290 krónur. Pantaðu í síma 578 88 88 eða á pizzan.is. Ætlar þú að koma elskunniðin á óvart af konudaginn? Hvernig væri að lauma 34 milljónum í Blómvöndin? Tryggðu þér miða, Lotto, leikurinn okkar. Paramount kynir eina fyndnustu framhaldsmynd þessa ás. Zoolander 2, Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell ásamt Ólafi Darra í sérstöku gestalutverki. You're the most ridiculous people I have ever seen. I'm sorry, I can't understand a word that you're saying. Zoolander 2. Incredible. Komin í bíó. Hefur þú lent í umferðarslýsi? Hvort sem þú ert í rétti eða órétti, gæti þú átt rétt á bótum. Fulltingi. Þinn réttur til bóta. Enski barinn eini alvöru enski barinn í Reykjavík. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Já, þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það Steindi June, Blöndal og Egil Gils með ykkur á þessum glæsilega föstudegi. Og hvað erum við að spá í henda okkur í? Við erum að fara að henda okkur í myndir fyrir Cash. Dagskrálið sem búin að fá góða pásu. Já, við höfum verið meira í kortmyndur frekar en ég ákvað að henda í myndir fyrir Cash í dag. Já, ég og Egil vorum að ræða að við varum alveg til að fá að heyra trailer. Já, og hvað er fínt ef þú, Cash, myndir setja myndir fyrir Cash trailerin á? Ég er þetta mjög ánæður, ég fattaði bara leið og sagði að þetta nafnið dáið svolítið. Auðun Cash? Það grínast, nei. Það er enn að segja Cash eða eitthvað svona. Þetta er út um allt Cash, sko. Það er allir að tala um Cash, allir að tala um þig sem Cash. Fólk að kalla blöða meira Cash á eins og Twitter og Facebook og þið hitta hún í búð og smárulendinu og allt þetta. Cash, 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 Cash. Would you like to have pockets full? Cash! It's Cash! Would you be bald for $1 million? Would you shave your ass? Put the ass hairs on your head for $1 million? What would you do without cash? Free cash! Cash is king! Shit, ég hef búin að gleyma hvað þetta er agalegt mér. En það er rétt eins og kemur fram í trailunum, það er komið að myndur fyrir Cash og gaman að segja fyrir því að það er ennþá 52 sekundur eftir af þessum trailer. Það er eftir að koma en að All in Cash Blonde Ale. Já, ég bara nefndi ekki að býða eftir og ég held að hlustendur hafi ekki nefndi heldur. Já, hlustendur er mjög annað með þennan trailer. Hér kemur fyrsta spurning, drengir. Mundið þið vera berfættir í 5 ár fyrir 500 milljónir? Berfættir í 5 ár fyrir 500 milljónir? Já. Þetta er góðu peningur. Er þetta góðu peningur? Það er mjög óþægild að keyra á tánum. Er það sem þú er áhyggjur af? Mér finnst þetta að vera orðið svo... Þetta er náttúrulega bara súrealist. Auðvitað er þetta já. Já. Býtu. Myndur ekki vera á tánum? Það hlaupa þegar það er búið að kyngja niður snjó. Þú fær 100 milljónir ári fyrir að vera á tánum. Það þarf að vera bara á tánum í snjónum. Já. Fyrir 100 milljónir ári. Það er að segja það. Hæ? En þú ætlar að segja að fara að jammið. Já. Hellir í þig. Þetta er náttúrulega erfitt fyrir þig, Steindi, þú ert blautur. Allir að stígur og tætnar á dansskólinu. Akkurat. Fann út á lífið og svona. Þetta er bara svo lífið. Stígur á glerbrót á austur og... Þetta er sko, þeir að móðga hlustundum með þessari spurningu. Það segja allir já. Ég myndi segja já. Það myndi allir segja já. Ok, time out. Ok, þið elskið að helli í ykkur. Hvernig í anskotanum ætli þið að vera blind fullir niður bæ á tannum þegar allt út í glerbrótum ógið? Blind fullinir í bæ, hann bara var mjög langt síðan maður var blind fullinir í bæ. Já, það var bara nánast hætt. Já, mitt sem heldur góður. Ok, allan, occasionally, segjum okkur, þið hellir ykkur 23 ári. Hvað ætla að gera? Þetta halda á okkur Það er ásæðið til á morgun, þú þurft að vera Ég hef bara rosalega litlar ágjörða, ég menna já, en þá væri maður líka með, sko, maður væri með, maður væri með sko í kringu 10 milljónar mánu bara fyrir að vera á tánum. Ég held maður geti nú haldið helviti góð Það var edru 5 ár? Nei, ég held maður geti bara haldið partí í Boltalandi sko. Við haft að kósi á tánum og allir geta verið á tánum Þetta er alltaf já. Þetta er alltaf já. Þetta er ekki já hjá þér? Nei, ég bara... Það er að segja nei við 500 milljónir. Ok, það er på kinginu snjó
Og ég í vinnur okkur 8 mótana. Það bara hangir heima þér. Þarf náttúrulega ekki að fara að mæta upp í sporthús eða með 10 milljóna mánuði. Það er leiðilegt að hanga heima alltaf daginn. Ég myndi bara... Á tannum? Það er ekki, cash ain't worth it, segir þú bara. Fyrir 100 milljónur ári. Hanga heima þér. Á tannum. Og síðan fer í bíó, stígur svona klíst og allir búið að hella svona kóki á gólfið og popp ornið í og... Þú fær náttúrulega, þú fær gott sigg. Þetta er eins og að vera í skóm eftir bara 2-3 mánuði, sko. Það ertu bara, það er ekkert glerbrot sem myndi fara að stingast eitthvað lengst upp í löppuna. Það myndi bara... Lappina það er aðlagast. Já, þetta er bara svo... Langa tíð, 5 ári. Þetta myndi breytast í svona bara hófa í rauninni. Nú er ég með áhugaverða spurningu, en þetta er mesti peningu sem ég hef boðið ever í Myndir fyrir cash. Mundu þið 2 félagarnir skipta andlit fyrir 5 miljardar á mann, fara í face-off? Fara í face-off eins og Nicolas Cage, minn maður og John Travolta. Ég fara andlitið á Stoney á líkafminn. Ég gæti þetta að taka með, það er til svona swap face forrið. Já, en það sem ég skil ekki alveg. En þú veist, nú er sko fólk myndi sjá mig, þú veist, í minn líkama með andlitans eins. Já. Það myndi alltaf fatta, það myndi alltaf vita þetta. Ertu ekki að tala um að það máli? Já, ég skilji. Bara þú færði andlitið hans og hann andlitið þið, það sem eftir er. Það er þú ekkert óhuggulegur. Nei, þú ert mjög myndalegur. Ég bara, ég hugsa ekki bara bólukennar sem mér veist alltaf persónulegur hrifin að alltaf. Já, létt að losna við. Þú myndir alltaf að keyra því í ræktina. Þú myndir grenna andlitið á mér mjög hratt. Þú er þykkt hár. Já. Þú ert samt ekkert með svo feitt andlit, Steindi. Nei, svona samt alveg, þú veist alveg mjúka kinnar. Þetta klippi mig. En sko, en eins og sé. Þú ert með mjög svona manly chin, út með svona hólu í hökunni sem ég kann vel að meta. Já, Travolta hakan. Frekar hörð haka. Þú sér það, ef Egill fengi mitt andlit, þá gæti hann, ég gæti orðið bara mjög sko sogin í andlitinu á no time. Egill myndi náttúrulega bara byrja að drekka þessa körstrykki og keira mig í eitthvað rugg, sko. Ég er rugglað. Andlitið hans myndi finna. Það myndi kannski ekki finna, það gæti finna. Það er mjög líklega að fara að finna. Blár Maryland á kvöldin og það bara tútnar út. Mér finnst þetta ágætið stíl og ég ætla að taka þessu. Já, ég tek svo líka. Það er ekki svo bara. Já, við erum klárir í þetta. Ég væri til í þetta. En svo er spurning hvort að konaði myndi samtækja þetta. Já, það væri náttúrulega. Það er elskar fjárhægt öryggi, sko. Já. Þá var það síðasta spurning, ef þið fengið 10 milljónir fyrir hvert sentimeter sem færa fermingabróðunum og sem sagt meðal samkvæmt Sturluðu staðreyndum með meðal tippi 9 centimetrar og ég spyr Þú varst búinn að spyrja þessu sinni. Er það? Já. Þessa spurning? Já. Nú, ok. Bara tekið þetta aftur bara, það er alltaf. Já. Manst ekki? Hversu mikið cash er þetta? Og hvað tókst það? Ég var nefnilega sko, ég fór nefnilega svolítið frjálslega með þetta. Ég hljóp á mig og skeit á mig. Ég tók hérna einhverja 5-6 centimetra á sínu tíma sko. Síðan náttúrulega fóru þið að drulla yfir mig. Fórst í 50-60 milljónir? Já, ég sko, og þið drulluðu svo mikið yfir mig að ég þurfti að taka það smá tilbaka sko. Ég þurfti að endurskoða þetta. Hvað er þú segja? Ég koka 10 kúlur á CM. Þetta er frekar trikki. Þetta er ekki auðsvarað. Nei, ég var að hugsa þetta á hann, ég tæki 20 kúlur. 20 kúlur er ágætið spenningur, sko. Það er vákast að rafrættur að gera góða hluti fyrir þú. Þú búin að hósta allan þáttinn. Það er að því að maður er að hreinsast. Þú gerir þetta, sko. Þú hreinsast þess að, sko. Er nikotín í þessu? Já, en hún hreinsar. Þú ert að hósta fyrstu 2 vikurnar á rafrættunni. Já, ok. Það er hressandi að hafa það nútarpinu. Hvað takk ég marga sentimetrar? Já, ég er 20 kúlur. Já, 20-30 kúlur. 20-30 kúlur. Hér eftir smástund förum við í hringja okkur inn veika. Já. Ekki missa því. Vill glæðja allar konur. Fylgstu með FM 957 og þú getur nælt þér í fullkomna konudagskjöf. Gjafabréf á Sushi Samba. Degur gjafabréf í Laugar Spa. Gjafabréf frá Vero Moda. Ilmin Love Story frá Chloe og snirtiföru frá OPI. Gjafabréf frá Pólsport og glæsilegan blómvönd frá Blómavall. FM 957. Nemendamótsnefnd Verslunarskóla Íslands kynnir með stolti söngleikinn Moulin Rouge, byggður á samnefndri kvikmynd frá árinu 2001. Söngleikurinn er sýndur í Austurbæ á 50-kvöldum klukkan 8 og sunnudögum klukkan 4, en uppselt er á fyrstu 3 sýningarnar. Sýningin er fyrir fólk á öllum aldri.
full af gríni, spennu og romantík. Keyrið áfram á glæsilegum leik, söng og dansi. Nældu í miða á miði.is. Kemur þú með Evrópumeistaratitill til Íslands á föstudaginn? Potturinn stefnir í 3,4 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga. Coca-Cola kynnir Skonrock 18. mars í Östurbæ og 19. mars í Hofi Akureyri. Miðasala hafin á miði.is og makk.is. Skonrock. Coca-Cola stoltur styrktaraðili íslenskar tónlistar. Það eru 3 skref sem þú getur tekið í átt til aukinnar hollustu. Borðað á lokal, borðað aftur á lokal og komið svo bara eins og oft á lokal og þið langar. Sem ég veit að verður mjög oft. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Nennir ekki út, langaði í pizzu og ís og bland í póka. Hringdu í 552-6060 og við björgum málunum. Ugly, Go-Boy, Smiðjuvegi 2. 2 efstu liðin í Dominos-deildinni mætast í frostaskjóli á föstudag. Halda KR-ingar toppsætinu. KR, Keflavík. Föstudag klukkan 19:00. Trúðir áskrift á 365.is. Stöð 2 Sport. Besta sæti. Dominos-deildin í boði Dominos. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Kiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Það held ég, kæru hlustendur, þeir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og það eru komnir góðir gestir í stúdíóið. Þeir eru búin að færa sig, Steindi og Egill, og í þeirra stað eru komnir, huggulegri drengir, og það eru þeir Sverrir Bergmann og Frikki Dór, verið velkomnir. Takk fyrir. Takk. Ekki bara huggulegir, heldur líka bara betri menn en Steindi og Egill einhvern veginn. Ég sammála því. Það er nú svo sem ekki mikið til, en ég tek því. Ef að þið ættu að fara í þeirra hlutverk, hvor ykkar gilsarinn og hvor Steindi? Er ekki ég Steindi og ég gilsarinn. Ég veit ekki alveg hvað mér á bara að finna það. Ert þú nýja gilsi, Svessi? Nei, algjör gilsistrákur. Ég held að ég bara ekkert samið með gilsa. Akkur Egill ekkert að vinna með gilsistrákur? Gilsi? Það er svona nafn á gullfisk. Akkur ekki Lilligilli? Er enginn að vinna með það? Já, hann er líka orðin miklu minni en hann var. Ég veit það. Já, hann var alltaf drauminn hans að vera 100 kíló skafinn. Hann er í dag 89 kíló held ég. Og ekkert svo skafinn, já? Jú, hann er endur í fínu standi. Hann er með gefunni það. Áður hann kemur hérna brjálaður. En já, þeir að fara að geta betur hér eftir smá stund hjá honum Steinda Junior, sem er að klára. Steindi, er það að klára spurningarnar? Þetta er að dettin. Nei, er hann alveg síðustu stundu með eitthvað? Hann er á síðustu stundu. Nei, ég trúi ekki. Eins og hann er alltaf tímalega og flottur. Algjörlega, þetta er skrítið. En já, stóra fréttin í dag, þið verðið með þjóðhátíðarlagið saman, drenginnir. Já. Hvernig kom þetta til? Ég veit, bara þjóðhátíðarnefnd hringdi í Halldór Gunnar og Halldór hringdi í Sverri og Sverri hringdi í mig. Já, ok. Svona ángríns. Já. Þannig að baðst þú freka að vildi þjóðhátíðarnefnd hafa ykkur báða, eða var þetta ykkar hugmynd að fá freka með það? Við vorum bara að ræða áður en að hugmyndi kom upp eitthvað við ættum, og ég var oft bara að ræða ég og Dóri akkur er Frikki ekki búin að syngja? Við erum miklu Frikka dósmenn, ég og Dóri. Já, ég líka, Frikki, ég er tím Frikki. Takk, ég er tím þýðstrákur. Ég er ekkert eitthvað að sleikja upp, við erum það bara, og okkur fannst það með skrítið, og svo þegar þetta kom þá bara, ok, þá Frikki það ekki, jú, og báðið sammála það. Þú hefur aldrei sungið neitt þjóðhátíðarlag, Frikki? Nei, þetta er fyrst skipti. Já. Og ég er bara spenntur, skilur. Og er það tilbúið, er það komið eitthvað pælingar, eða gerist þetta bara í sumar, eða hvernig er þetta? Já, við erum að fara að hittast á þriðjudaginn næsta. Nó, ok. Skilst það að sé eitthvað grunnpæling komin, en við þekkjum ekki mikið til þeirra pælingar eins og staðan í dag. Já, það er bara Halldór Gunnar. Yes. Já, þannig að Sverri, þetta verður þriðja þjóðhátíðarlagið þitt ef við tökum lagið okkar með í fyrra. Já, klárlega. Þannig að þú verður bara þjóðhátíðan til að vera 50. Ég vona það. Já. Það er bara 15 árið það er ekkert lengra. Nei. Það er sjokkerandi lítið. Já, það hættu þessu. Veist það, jafn langt séðan að við vorum 20 og þannig til við vorum 50. Já, þetta hræði mig hér á föstudegi og ég vil ekkert fara neitt nánar út í það, en þannig að hvenær heyra hlustendur svona nýja þjóðhátíðarlagið? Þetta er júní, sé frumflutningur í júní, já, og spennaði mannskap. Já, gríðarleg. Ekki spurning, Steindi er að gera hér klárt, við skulum fá eitt lag, svo hendu okkur, eru tilbúinir að geta betur, drengir? Já. Yes. Hvor ekkert er meira að geta? Sverrir. Já, ég er því sem er að sveito, en það kemur nú. Já, þetta er ekki sveito betur. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, for my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for
lag á vel við því að þeir sitja hér Frikki Dór og Sverrir Bergmann ásamt Steinda Junior sem er búinn að gera allt klárt fyrir Getto Betur. Þannig geta sig eftir neinu að bíða. Við skulum bara henda okkur í Getto Betur. Are you ready? I said, are you ready? Nigga, cause if y'all don't give a fuck like we don't give a fuck, throw your motherfucking fingers in the air. Motherfucker, the war's always. Strákar, við erum velkomnir í Getto Betur. Frikki Dór, Sverrir Bergmann. Sverrir, þú ert að representa Söðakrokkin? Skagafjörð. Já, það representa. Hvernig er það? Er það Getto það? Nei. Það er ekkert Getto þarna? Já, það er einhver skúmarskot á króknum. Já, það ekki? Jú. Meina, það hefur verið einhver lamin þarna. Einhver lamin? Það er sko heil saga af mönnum landum. Maður hittist upp á nöfum með sko neldar spýtur. Nei, í hópslagsmál. Við vorum að velta bátum og menn voru meiri segja að taka báta úr höfninni, fara með henni miðanbæ, henda þeim fyrir framann löggustöðuna og skjóta svo flugvöldum með löggustöðuna. Ég er ekki að ljúga þér. Ok, þetta er mest Getto sem ég hef heyrt bara sín í vaknaði morgun. Frikki, Hafnarfjörðurinn, er hann Getto? Það er alltaf gamla vínhúsið, það er Já, gamla vínhúsið. Og við erum að tala þetta er krókurinn á móti Hafnarfirði í tilefni þess að Getto Betur er núna í sú keppni er í gangi, þá ákveðum við að hendi Getto Betur og þið klárist okkur, það er byssa á borðinu. Sjáu það hana? Já. Þetta er afsöguð haglabissa. Frikki, þú kannski prófar að fyrir túrunni. Hanna svínvirkar, virkilega vel gert. Og basically er þetta svoleiðis að ef þú heldur og sett með rétt svar, þá grípur upp byssuna, skýtur úr henni og þú færð svarréttin. Bara upp í loftið á þig? Bara upp í loftið, ekki á mig, upp í loftið. Bara beintið upp í loftið, hérna í svampin. Í fröðu, ok. Eru þið klárir? Já. Við skulum hefja Getto Betur. I said, are you ready? Fyrsta spurning. Hverju að eftirtöldnu er þægilegasta æla? A. Nonnabita. B. Rommi kók. C. Belgískri vöfflu. D. Watermelon Breezer. Frikki. Watermelon Breezer. Það er hárrétt. Það er Hafnarfjörðurinn. Doing it all the time. Watermelon Breezer. Hvað mennur, hefur prófað að æla belgískri vöfflu? Það er yndislegt gott eftirbragð. Fáránlega bragð og æla samt Watermelon Breezerinn. Það er æðislega, það er mjög fínt æla. Það er mjög stutt síðan ég æla. Hvað er Getto að vera með Watermelon Breezer? Það er mjög fínt æla Breezer, ég get lofað, ég get vottað því ég eldi, núna síðustu helgi þá eldi ég Watermelon Breezer og það er hér með vottað. Önnur spurning, kláraðu orðið. Vass. A. Lagnir. B. Berin. C. Pípa. D. Haus. Frikki. Berin. Vassberin? Já. Því miður, það er ekki rétt. Sverrir. Pípa? Það er hárrétt. Vasspípa. Það er krókurinn, hann er komið aftur. Vita. Já, það er nefnst spýta á króknum. Það var Getto og vassbera málið hana og það. Það er þetta, já. Það er þetta mjög. Vassbera málið? Já, það er þetta mjög Getto að Frikki sér að kveika berinni. Já, hann veit hvað vassberin er, spurningum að. Ekki fyrir fram að sjónvarpið eitt kvöld. Þú veistu hvað, ég ætla að lauma inn aukast í að Frikka bara fyrir hans vitneskju. Jú, á bæði Getto og vitneskja. Það er ekkert Getto að honga fyrir fram að sjónvarpið og horfa á íslensk haka. Hann hefur klárað alla seríuna. Hvað það að ég þekki gaurinn? Are you working? What kind of work do you do? Þá er það þriðja spurning, hvenær lokar 10:11? A. 10. B. 11. C. Miðnætti. D. Aldrei. Sessi. Aldrei. Það er hárrétt. Krókurinn. Það er hárrétt. Þetta kom þetta, 2-2. Þú varst að jafna leikinn. Yes. Spurning 4. Hvað kostar hamstur? A. 2500. B. 999 krónur. C. 3500. D. 2000 skall. Frikki. Sléttu 2000. Djöfullastu nálætti, það er ekki rétt. Því miður. Ef hann var djöfull nálætti, þá segir ég 2 og 5. Það er hárrétt. Það er krókurinn. Það er hárrétt. Það er mér sem smá afsláttur eða orðan notnandi sem að fæða snákinn. Fæða snákinn? Já. Hefur þú einhvern tíma fóðrað snák með hamstri? Já. Nei, ég hef ekki gert það. Ég veit að menn gera það. Þeir sem eiga snák, þeir fóðra hann. Þú hefði getað fengið þetta aukastegi, hefur persónulega sjálfur gert það, en því miður. En það er jafntefli, það er 2-2. Fæ ég ekkert aukastegi fyrir vitneskju. Spurning 5. Botnaðu setninguna. Beint. A. Í bankan. B. Í háttinn. C. Beinteins. D. Í sturtu. Frikki. Bankan. Það er hárrétt. Þessi, ég helst þú þetta að veri beint í Beinteins. Beinteins. Sigga Beinteins. Fyrir það sem kveiki ekki á því, það var Sigga Beinteins. Við erum að tala um Siggu Beinteins söngunu. 3-1. En Frikki var að jafna, það er 3-3. Hafnarfjörðurinn komin aftur inn í þetta stúdíu og angar eins og góðu versmiða. Það komið að 7. spurningu.
Hvað kostar ostborgaratilboð í Snæland-vídeó? A. 990 krónur. B. 1390 krónur. C. 1190 krónur. D. 99 krónur. Svessi 990 kall. Heyrðu, djöðl. Það er hár rétt. What? Það er hár rétt. Jú, Frikki. Já, það þýðir ekki að rauka þetta. Ég hringdi í morgun, þá hringdi ég í Snæland-vídeó og ég aðtóði eitthvað ostborgaratilboð kostar, það er 990 krónur. Svessi, þú varst mjög fljótur að vita þetta. Ertu mikið að ertu á grillinu? Kannast það við þig? Já. Hann fær afslátt, hann grilla sjálfur. Nei, ég borga bara 990. Hvað eru að tala um? Curly Wurly með þessu? Nei, Prins? Nei, Prins Pólo? Við líkum svo góða Tómasús. Staðan er 4-3. Nei, skilja þessu bólum samt. Hvað er staðan? 5-3. Já, ég er ekki að fylgjast með, ég er ekki stigur í þessari keppni. Ég er bara að höfða spurningar. Já, en það er 5-3 fyrir Sauðárkrók, en það eru 5. Snæland rétt, aukastig rétt. Já, einu yfir. Nei, já, jafnt fyrir það. Sjöunda spurning, hvað eru margar sígarettur í sígarettupakka? A. 20, B. 15, C. 10, D. 25. 20. Það er hárið! Hefnafjörðurinn! Virti sko, heyrður ekki í byssunni áður en þú gafst svarmöguleika. Hefurðu verið að fá þér rally, Frikki? Nei, þú ert alveg. Ég er ekki að standa í því. Nei, engin kelli á þig. En hvernig málið vissirðu? það, þegar ég var yngri þá muldi ég heilan pakka frá pappa mínum onni í Holræsi. Af Viceroy? Af Viceroy. Faðinn reykti Viceroy og ég ætla að slæta á því stíði fyrir það. Það er bara svolítið. Það er hefnafjörðurinn var að fá auka stíð fyrir það. Nei, hvað, það er að já. Það er mjög gett og pappa sagði reykt Viceroy og þegiðu sverir. Það er 5-4 í þessari mjög spennandi keppni. Það er spurning, það er 8. spurning. Það er 5-5. Hæ? Það er 5-5. Já, þið megi hafa þannig. Það er 8. spurning. Hvað er að tuffa? A. Hrækja. B. Kristabólu. C. Naga sér neglurnar. D. Fá taugaáfall. Svessi. Tuffa. Hrækja. Það er hárrétt. Það er hárrétt! Kanntu að hrækja? Já. Spýtur þú milli tanna eða notaru bara gömlu góðu slumuna á þetta? Ég nota mikið hérna lungakraft. Kraftunga? Já. Það var gett. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Þá er það 9. spurning. Hvernig lagaru rispaðan geisladisk? A. Berðaðan tankrem. B. Sleikiran. C. Skólaran. D. Berðaðan kertavaks. Skólaran. Það er ekki rétt. Svessi. Sleikiran. Sleikiran? Já. Nei, þú sleikir geisladiskinn? Já. Skólaran. Nei. Nei, þú átt ekki. Nei. Þá nærðu þau ákvörðum. Þetta er hvorugt rétt. Þetta er hvorugt rétt. Nei. Jú. Ég hef skólað disk. Og það hefur ekki virkað. Jú. Það hefur ekki virkað. Ég get lofað ykkur. Við skulum fá þetta. Ég ætla að hringja Herbert Guðmunds. Býði. Halló. Blessaður Heppi, Steindi hérna megin. Hvernig lagaru rispaðan geisladisk? A. Berðaðan tankrem. B. Sleikiran. C. Skólaran. D. Berðaðan kertavaks. Berðaðan tankrem. Berðaðan tankrem. Það er málið. 100%. Akkur, það er bara eitthvað byrta bennunar. Það er flott, glæsilegt Herbert, mikill ostameistari þarna á ferðinni. Þá er það 10. spurning og loka spurning 6-5 fyrir Svessa á móti Frikka D og við erum að tala um að það er krókurinn sem er að leiða þetta. 10. spurningi, hvað syngur Ásgeir Trausti að prikið vilji í laginu Hvítir skór? A. Dikkið. B. Likkið. C. Trikkið. D. Kikkið. Dikkið. Það er hárrétt. Það er hárrétt. Ok, það er bara, sko, það er jafntefli. Þetta hefur einu sinni áður gerst í Gett og betur. Það er 6-6. Hafnarfjörðurinn á móti Sauðárkrók og það er komið að, já, svona smá bráðabunna spurningu og ég þarf að fá að sjá GSM-símanni hjá okkur og lesið upp síðasta SMS-ið þið fenguð. Svo mun ég ákveða hvort sem er að Getto, Frikki, hvað er að gerast hjá þér? Innegni búinn. Ætlar að klára þetta þannig? Innegni búinn. 1900 viðkomandi leiktæki hefur nú verið virkjað góða skemmtum hvaðja staukur.is. Viðkomandi leiktæki, hvað varstu að fara í einhverja ferði í kringlunni í einhverjum svona ákveðum hestum eða svona, þú veist, hringekju? Já. Það er hrikalegt alveg. Gæti verið mjög sigurstrákið. Þetta SMS, Svessi B, hvað eru að tala um hjá þér, krókurinn, hvað ætlar hann að bjóða upp á? Herðu, síðast SMS-ið vekk var frá Frikka. Ok, það er safaríkt. Klukkan hvað erum við að tala um cirka? Ok, það er safaríkt. Klukkan hvað erum við að tala cirka? Það er safaríkt. Strákar, ég ætla að gefa ykkur báðum stig fyrir þetta. Þetta er mjög, ég gefa ykkur báðum stig og við klárum þetta á gamla háttinn. Ég þarf að fá okkur til að tæma úr öðsónum.
Þetta verður Maður sjá, tæmi og vössum, Frikki, hvað ert þú með í vössunum? Núna kemur í ljós hvori meira getto. Er þetta Hafnarfjörðurinn, er þetta Sauðárkrókurinn? Hvað tókstu þetta upp? Þetta er seðlaveski, hvað er þetta, bara einhver kortaveski eða seðlaveski? Þetta er kortaveski Við erum peningar í því, bara kort? Bara kort, sko. Ok, og ekkert annað? Svo er ég bara með síman og bílleikla. Bílleikla, GSM-sími og kortaveski. Svessi B, hvað ert þú? Hvað erum við að tala um hana? Hvað er krókurinn með? Veski, GSM-sími. Hvað er þetta? Sólgleru? Kveikjari? Hvað ertu með hana? Skrújárn? Akkur ertu með skrújárn og röst? Þú ert með mikið röst. Nál á boltabumbu. Hæ? Þetta er 1000 kall. Þú rifið 1000 kall. Ringapakki. Hvað er þetta hana? Eyrnapinnar? Hvað er þetta á kantinum? Er þetta eyrnapinnar? Þetta er nál. Nál? Skiptilykill. Já. Hvað skona maður ertu? Rakvélablöð. Herðu, já. Hvað er að gerast þetta? En allavega En ég meina, það verður að hafa það að Svessi kom greinilega undirbúin í þetta og krókurinn var að fá lokastíði, það er 8-7 er loka niðurstaði í Gettu Betur, það er krókurinn á móti Hafnarfirði. Svessi B til hamingju. Takk. Og Frikki, það bara kemur næst. Mat í IKEA. Réttur mánaðarins er ljúffengur grillaður lambaskanki með rauðkáli, grænum baunum, brúnaðum kartöflum og piparsósu á frábæru verði, aðeins 995 krónur. Við tökum vel að móti þér. IKEA. Karlalandsliðið er á leiðin á Evrópumótið í knattspyrnu. Flott hjá þeim, en allir geta tekið þátt í Evrópukeppninni í Heppni á föstudaginn. Potturinn stefnir í 3,4 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í Heppni, alla föstudaga. Psst, það eru stjörnudagar á Subway sem þýðir að þú fær 12 tómið bát og miðstæða gosi á aðeins 1099 krónur. Hlökkum til að sjá þig. Subway, ferskleiki er okkar bragð. Þú færð fæðubótarefnin hjá Vaxtarvörum. Vaxtarvörur.is. Ertu búin að prófa að gera uppáhalds OP-lakkið eitt matt? Vertu töff og nældu þér í matta yfirlakkið frá OP. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Það er hárrétt að Keiluhöllin í Egilshöll sem að býður ykkur upp á FM 95 Blö og já, við þökkum Frikka Dór og Svessa Bergmann kjallaði fyrir komuna. Já. Það verður spennandi að heyra þjóðatíðalag gera. Krókurinn tók þetta, ég Gettu Betur. Já. Til hamingju með það. Takk fyrir það. Já, var þetta svona hjá okkur? Var alltaf bara tómt vesen og það verið að kveikja sinnur og slagsmála baku sjoppur? Veistu það að Krókurinn er mjög ógetto ef ég var alveg hreinskilinn. Nó, ok. Já. En já, áður við förum í spurningakeppni Gilsarans og já, hringja sér veikan, þá ætlum við að fara hér í virtasta dagskrárlið FM 95 Blöð sem eru sturglaðar staðreyndir. Já. Við hefum ekkert komist í það að búið svo mikið að vera hérna. Aldrei verið gerðu trailer. Sane effects. Nei, ég er enda mjög stoltur af því að það verið aldrei verið gerðu trailer. Veist það geta? Viltu að ég hendi ég trailer fyrir þig? Nei, hérðu, veistu það, ég er góður. Ég elska góða trailera. Já, það hefur ekki farið fram hjá neinum. Ég er með 10 sturglaðar staðreyndir eins og alltaf og þær eru bara nett kannski ekki svo sturglaðar en þær eru áhugaverðar. Ég segi bara kottu með þér. Já, ég ætla að byrja hér á fyrstu. Ananas hefur sömu áhrif á verkjalyf, bara ekki alveg í sama magni. Já. Þannig að ef þú ert sársjúkur þá gætur þú verið að éta ananas. Já, ef þið eru illt eitthvað staðar eða með hausverk eitthvað, þá er gott að fá sér ananas. En bara íbúfen. En íbúfen bara. Eða Panodil eða. Já, ég er ekkert að segja þetta að koma í staðin fyrir verkjalyf, ég er bara að segja að hann hefur sömu áhrif, það er staðrendin. Ég er ekkert að segja ykkur að hvað þarf ég að borða mikið ananas til að fá jafnmikla virkni og 2 íbúfen? Það eru lengur nokkuð kíló. Íbúfen er bara bólgu. Já, líka verið ekki smá verkistendli líka. Veit það ekki. Þú þurftir að geta svolítið mikið ananas. Ég borði eiginlega bara ananas á pítsum, minnst það gott. Já, ég veit, sko, er það ekki fárveikt eða? Að fá sér ananas á pítsum? Nei. Það er gott, maður. Fitta vel með pepperoni. Mér langar í pítsu núna bara að tala. The weird shit. Svo er það næsta. Allir sem þú hittir vita eitthvað sem þú veist ekki. Já. Þetta er svolítið skemmtilegt. Kannski ekkert sturðastar en þetta er skemmtilega. Akkurat. Já, en þetta er viss. Já. En þú hittir eitthvað þvílíka vitleysing sem veit ekki neitt. Já, hann veit samt eitthvað sem þú veist ekki. Er það? En ef hann er bara með mjög lága greindaðustölu og hefur ekki upplifað neitt. Þú veist til dæmis ekki hvað mamma segir. Yes. Já, ég skil. Þarna. Þarna náði þér. Þarna tókst þetta. Já, vel gert.
Svo það næsta. Fólk eyðir á bilinu 45 til 60 mínútum á dag í að bíða. Og ég get lofað eitthvað því að þetta svona 45 mínúti til 3 tímar eða þekki Steinda Junior. Já, ég veit það. Það ykkur viðbjöður. Sko, 40, sagður þetta væri klukkutími hjá venjulega fólki? Já, cirka, meðal mannesku. Sem á eyðir yfir allan daginn einhvern tímann að bíða 5 minútur hér og kortir hér og... Já, sniðugt hvernig hún... Ég held að sé miklu meira á Íslandi. Heldur það? Já, mér veist alltaf vera bíð á Íslandi, allstaðar. Ef þú fer í bankan og þú fer það er alltaf löng bíð. Já, ég er spáð fyrir bíó og kvöld, það verður einhver bíð á að komast inn. Já, ég meina, hversu löng bíð heldur það verið? Já, verður örugglega korter. Já. Ég þurfti að bíða eftir þér í dag í svona 40 mínútur, þannig ég er komið minn skamt. Já, ég er pottet komið minn líka. Nei, það er alltaf beðið eftir þér. Svo er það næsta, ég nenni ekki að fara út í maður fyrir að bíða eftir Steinda Junior, þá verður ég bara pirraður. Jerry, þessi er mögnuð og minnst ótrúlega að hún hefur ekki komið áður því að þetta er mögnuð staðurinn. Jerry Seinfeld, ég var reynda búin að heyra þetta, ég vissi bara ekki að það hefði verið svona mikill peningur. Jerry Seinfeld hafnaði $5 milljónir per þátt fyrir að gera 22 nýja Seinfeld-þætti eða gera 10. seríu á sínum tíma. Þegar hann var að hætta, hann sagði að 9. serían er í síðasta, þá buður honum fyrir 10. seríuna 22 þætti 625 miljónir fyrir hvert þátt. Þannig að 625 miljónir sinni 22. Sko, hann er alltaf tekjuhæsti, grínisti hérna Já, var það þegar hann var að gera þættir? Nei, ég held að sé það ennþá. Af því að, sko, málið er það með eins og Seinfeld og af því að hann, sko, hann skrifaði það á samt Larry David og er, sko, væntanlega er hann eitt af framleiðendunum líka. Þú ert alltaf að selja þessa þætti aftur og aftur. Þú selur þetta á einhverja sjónvarpsstöðvar, það er alltaf verið að endurtaka og verið að sína... Já, þannig þú ert safe. Já, þú veist, hann er búin að selja Seinfeld-seríuna núna örugglega í ár. Er hann búin að endurnýja samning við, þú veist, kannski 300 sjónvarpsstöðvar, sko. En að geta hafnað 620, ég get ekki eins og reikna þetta, 625 sinnum 22. Það var nóg til. Þetta eru margir miljardar. Já. Sem hann hafi fengið fyrir að taka eina seríu viðbútt. Ég myndi gera hvað sem er fyrir hennar pening, hvað þá að búa til nýja þætti. Já, en ekki ef þú átt, sko, hann er búin að hafa rakinn fyrir þetta og bara kannski. hann vildi ekki eyða, þú veist, vera eyða tími í þetta, sko. Það er smá töffaraskapur í því líka. Já. Svo er það næsta, þú ert aldrei meira en 4 metrum frá Kongoló. Kafta þetta. Þetta er í sturglu starfið, það er greinlega Kongoló núna hérna einhver staðar í 4 metra, já, örugglega undir eða eitthvað. Sviðbjóður. Ok, það byrju, heyrðu. Ég ætla nú að bara segja þetta, nú ætla ég efast þessar sturglu staðrindir. Nei. Þetta er ekki rétt. Jú, þetta er sturglu staðrind. Þetta er ógeðsleg staðrind. Já. Þetta er pottið svo heima í Svefnherbergi, þú alltaf Kongoló á kantinum. Já, ekki meira en 4 metra frá þér. Á milli veggja og eitthvað svona. Ramaður. Ég trúi þess ekki. Það fer ekki eftir landi, þú veist þess að það eru fleiri Kongolar í Ástralíu og Íslandi og svo framvegis. Ég veit það ekki. Okay. Svo er það næsta. Það slasast 2000 manns á ári í Bandaríkjunum út af blöðrum. Springur hún upp í munnar og kafnar það? Nei, bara slasast, ekki deyja. Það var svolítið mikið að vera 2000 manns að deyja. Hvernig getur þú slasast á blöðru? Ég fór það sem ég ætlaði að spyrja ykkur. Hvernig slasar maður sig á blöðru? Það er ekki bara að hlaupa eftir blöðru og skalla vegg? Já, gæti verið eitthvað þannig. Sko, ég man alltaf eftir einu mómenti sem ég á með blöðru. Er að það var ekki eitthvað svona pervitist eitthvað. Það var 17. júní og það lá blaðra í jörðinni. Það var mjög mikið logn. Og ég tek svona, ég bara lappa hann eitthvað með fjölskyldu eða vinum mínum eða eitthvað, ég man ekki hvernig það var, það var kannski 3 ár síðan eða eitthvað, ekkert lengra síðan en það. Nei. Og ég sé blöðruna og ég tek bara svona 2 metra svona og sparki hana. Tek bara útsparki liggjandi blöðru. Bara svona, þú veist, hún var bara þarna og þú veist, ég veit ekki svona hvernig ég gerði það. Þessi blaðra, hún dundraðist í nakkana á eldri manni. Sem var sko 2-3 metrar fyrir framan blöðruna sko, að þú veist. Þannig að ég trúi þessu, ég náði eitthvað með henni. Þú slasaði hann ekki? Nei, en það var samt sko, hann alveg svona tók hausinn og leit við og bara hvað, þú veist, hvað var þetta skilur? Þetta var svona eins og ég hefði haldið á blöðruna og lamið hann hausinn með henni. Já. Þannig að það er bara, þú veist, ég lendi því að slasa mann með blöðru. Já, þannig að þú trúið þessu. Ég trúi þessu, já. Það var búið að handtaka Mike Tyson 38 sinnum áður en hann var 13 ára. Já. Hann má segja að það verið smá vesen á Tyson þegar hann var úlingur. Hann var drálingur. Já, 38 sinnum, vá. Hafið þið verið handteknir? Nei, það held ég nú ekki. Heldur ekki, það er ekki eitthvað sem mútið vita? Nei, þú veist, skilur. Aldrei eitthvað svona míga úti fullur eða eitthvað? Nei, ég var að hugsa sko þegar maður var úlingur að henda snjóboltum og maður var að djöflast alltaf og voru að teika? Já, maður var bara í þessu öllu saman, þá held ég að maður oft verið hirtur, skilur við? Að maður aldrei verið, en ég hef aldrei verið skellt á húti bara og játnaður, sko.
Ég var til að sjá það. Ég ætla að vona að vera handtekinn á morgun á ásatíðinni. Já, ég ætla að vona það mikið að vera stendir handtekinn á morgun. Það er ágætt að myndi gleði einhvern. Ég myndi borga peningur að sjá hann handtekinn. Af hverju vil ég sjá mig handtekinn? Sjá einhver löggu taka svona rífi í hálsina, nakkina, berja haustum svona 5-6 sinnum í hútið, játna þig og henda Ég gerði ekkert. Já, það er því lík veisla. Við vorum að læsta Jennifer Aniston heitir Jennifer Anastasakis. Anastasakis. Anastasakis? Það er breytt úr nafninu, aðstæðan nátt ég hirt. Hún heitir Jennifer Anastasakis. Já, Anastasakis. Þetta er mjög eðlilegt í Bandaríkjunum að fólk breytur nafn svona þegar það er að mega það. Já, ég meina, auðvitað maður að gera það. Ég meina, þú veist, ég meina, Steinþór Hróar, hann breytti Steindi Junior. Nei, ég breytti reyndar ekki sjálfur. Nei. Ég hérna... Það var vel gert því að Steinþór Hróar er ekkert stjórnur. Þú er í the shitter. Ég er nú örugglega bara hendi í Andri eða eitthvað svona hannig, sko. En ég byrjaði ekki að kalla mig Steinda, sko. Afi minn var kallaður Steindi og pappi minn var kallaður Steindi og ég var kallaður Steindi Junior innan fjölskylduna. Steinþór Hróar. Svo einhver vinu mínir pikkuðu það síðan upp. Var að stríða þér, Óskar Akki, og var að segja Steinþór Hróar? Steinþór Hróar? Nei, ég lendi eiginlega ekkert í því. Það er eiginlega heldur ekki það fyndið. Ég sé gott komedi. Ég er verið að vinna með það. Já, er það að reyna að koma það núna? Já, ég sé hvernig það var. Það eru tvær eftir. Næsta kemur á óvart. Justin Timberlake, þetta fannst mér pínu skríti. Hann lækkaði ekkert í álitað mér, hann bara krakkið hana. En þetta kannski segir meir foreldrar hans. Justin Timberlake vann pre-teen Mr. America fegurðarsamkeppnina 1991 þegar hann var 10 ára gamall. Foreldrar hans skráðan í pre-teen Mr. America. Já, hann Það er glæsilegt. Það er rosalegt að þessi maður sé fungerandi í dag, hann sé ekki á dælunni. Þetta er svona, þetta segir manna, sko, þau skráðan líka í Mickey Mouse Club. Foreldrar hans eru svona byggarafóreldrar, svona trófíforeldrar. Já, þau vildu bara cash. Já, bara vildu að svona sinni þið fræður og... En þetta það verið góðu skóli fyrir hann, þú sér hvað hann hefur náða langt í lífið. Reyndar. Og hvað var hann bara skellt á hæla og varlitaður og þetta svona klassísk svona barna fegurðarsamkeppni? Ég get ekki fleiri dæmi sem hefur tekið út fegurðarsamkeppnum og náða langt í lífinu, svo Ragnhildur Steinunn til dæmis. Já, en þetta er sko, hann var 10 ára. Þetta er góður stökkpallur fyrir að ná langt í lífinu. Hann var 10 ára. Við erum að tala þetta var krakkakeppni. Málega það, mér finnst þetta alveg að vera mesti viðbjóður sem hægt er að sko halda. Erum við þegar búið að skella þessum krökkum á hæla og varalitað og málaður og fullu salur á petóum. Nei, ég er að segja bara þetta er svo, þú veist, þetta er bara svo skrítið. Akkur er þetta til? Justin Timberlake var ekkert málaður, sko. Justin Timberlake? Hann var valinn bara herra Amerika. Var hann ekki bara í sútarunum 10 ára? Nei, ég er að segja, þú veist, foreldra hann sett hann í fegurðarsamkeppni. Það er pointið mitt. En ef hann sagði, mamma, það er fegurðarsamkeppni hérna, það voru 10 ára til að fara í þetta, ég ætla að fara að taka sér keppni saman. Já, ég er mjög mikið að móti fegurðarsamkeppnum. Ég er pró-fegurðarsamkeppni, ég ætla að hafa fleiri. Ég ætla að herra í þetta. Talandi fegurðarsamkeppni fyrir krakka. Jared sem var á sínum tíma talsmaður Subway, hann er búið að reka hann í dag því hann er dæmdur barnanýðingur. Hann var á sínum tíma metin á $15 milljónir eftir að hann gerist talsmaður Subway og misti 100 kíló á einu ári með að borða bara Subway. Já, ok, og var svo bara barnanýðingur? Subway Jared. Já, hann var tekinn daginn. Misti 100 kíló og fóð svo bara að var barnanýðingur. Það er voðalega sérstakt. Þú ferð ekkert og verður bara barnanýðingur held ég. Þetta er bara eitthvað veiki sem að hvað heldur hann að bara hendi í sig Subway og hugsa, ég á $15 milljónir, best að gera. Nei, ég ætla ekki að en þar hafið það, þetta voru sturlaðar staðreyndir. Það voru sturlaðar. Sérstaklega kóngulóin sem þú vilt meina að sé núna 4 metra frá okkur. Þessi kóngulóin einhver staðar í 4 metra radíus, ég trúi því ekki. Ég bara kaupið það ekki. Ekki meira. Make it look like it's magic. Oh yeah. 'Cause I see nobody but you. I'm never gonna. Svona miklu stuði. Það er Steindi Junior hér sem talar í þennan mikrofón. Á móti mér situr Auðun Blöndal, við hliðina mér situr Egill Gils Einarsson og við ætlum að henda okkur í spurningakeppni Gilsarnas og mér líst ekkert á það. Egill, hvað heitir hún í dag? King of being a real man. Já, það er eitthvað sem maður vill vinna. En er þetta eitthvað sem þú vilt vinna? Já, ekki. Nei, ég veit ekki. Að vera alveg maður. Já, það er sko mjög 50-50. Stundum langar mér að vinna þessa keppni þannig til að byrja. Það heyri ég bara, já, ok, ég væri alveg til að sleppa að vinna þessa keppni. Nei, þetta er nú sko mál, það er ekki það nú. Þetta er bara basic
spurningakeppni nú. Ok. Listulega. Þannig að þetta er bara hérna, en það sko, ég mest fínt þess að gera síðast blöð með trailerinn. Þú byrjar að playa hann, síðan komst inn í svona miðjan, það var skemmtileg konstitúður. Þú myndir kannski gera aftur eitthvað svoleiðis. Eða er ég með hugmynd? Er það spila allan bara? Nei, við getum ekki gert það. Þetta er bara, við eigum bara klukkutíma eftir sko. Og hafa hann undir líka. Hanna, hann ætlar að spyrja spurninga og hann þarf svar. Þetta er ekki fallega gert. Við setjum hann upp á eftir, slegum upp. Þannig að við heyrir enda. Þetta er í gangi, heyrðu. Þetta er hann einhvers staðar undir sko. Hvað er þetta fullið þessu? Það getur ekki farið í fíl. Settir sleðan aðeins upp, slæta hann. Það var bara svona lágan undir þessu bara. Getur það haft þetta bara undir? Já. Fyrir eitthvað að hafa þetta látt undir? Nei, þetta er bara eitthvað teknó. Það heyrist ekki í þessu? Látt undir? Já, það er að heyrast í þessu. Það er hærra. Svona? Nei, það þarf að heyrast í þér. Heyrðu ekki? Ok, spurningakeppnin er svona hafin. Já. Og þetta er spurningakeppnin sem þið viljið vinna. Ok. Má sjá, blöð. Ég ætla að opna inn í það. Ok, þetta er allt klárt hérna. Byrjum bara á spurningu númer 1. Kanntu að skipta dekk á bíl? Já. Já, verður hreinskilin, ég veit þú getur það ekki. Ég hef ekki reynda. Hefur ekki reynd að skipta dekk á bíl? Nei. Hvað hefur gert þegar sprungið dekk? Ég er aumingi, ég hringi. Ég var að vinna á Nestek. Ég skammast mig fyrir að segja þetta. Þegar ég var í Ég myndi með þess að bara Ég myndi hringja strax eitthvað sko. Ég get sagt ykkur eina skemmtilega að söga þessu. Ég var að vinna á Nestek í 9. bekk. Er það jafn góð sagan þú sparkaði blöðrun? Það er þetta ekki góð þessi saga. En þetta er svona vitneskja. Ég var að vinna á dekkjavistæði í 9. bekk og því ég vildi ekki vera í úlingana og ég fekk vinnu þar og ég var hafður, það var veisla fyrir mig að fá að skipta dekk. Já, þá ertu líka með alla græði en ég var geimdur í portinu að skera dekk í þrennt og setja í gám til að nýta plássið og ég er með hérna út all læri þegar ég er með ryðgaðan hníf og ég er með svona vél og ég svona tókaði hnífin á móti og skar dekkið og svo í svona, þú veist, 3 ári viku kom ég inn með hnífin í lærinu. Lærið þar? Já, þá haltraði ég inn og baði einhvern veginn að taka hann úr lærinu á mér. Þú hefur skipt svona 10-15.000 sinnum dekk? Já, það hef ég gert. Þetta er nánast aukapunktur, þetta er gott svar. Mér veist ég að fá 2 stig í byrjun. Það er bannað. Ok, höldum áfram með það. Fekk ég punkt eða? Nei, fekstu punkt? Alls ekki. Ég ekki reynda, við veitum ekki hvort ég... Það er rosalega nátt frá því að... En mér að það er ekkert mál, þú finnur bara staðinn sem setur tekkin undir, sem mátt tekka bílinn og hendur hann bara upp, sko. Þetta er ekkert vesinn. Ertu með meira próf? Nei. Því miður. Þú veit þetta kallmannlega spurningar, maður. Mér langar bara í sjómann og gerum bara og svá með bjór og... Ok, maður sjá, kanntu á liftara? Já, ég kann liftara. Já, ég kann líka liftara. Hvað er þú unnið á liftara, Stóni? Ég bara þurfti að fyrir að liftara í tökum. En það er, við skal liftara... Býtu á í tökum? Hann er aldrei unnið á liftara. Nei, hann spurði ekki hefur unnið á liftara. Hann sagði kanntu á liftara. Og hvað, varstu bara eitthvað svona keiran með... Hefur þú sótt fataskóp í efsta rekkan í lagatum í íkatildæðum? Nei, þú getur ekki sagt kannski efsta. Ég get farið núna á liftara. Ég leifir mér aðeins að klára á liftara og sótt vörubretti og komið með það tilbaka. Já, það geta allir, þú er ekki unnið á liftara. Nei, hann spurði ekki hvort ég hef unnið á honum. Hann spurði hvort ég ætlar að gefa hann punktur þetta. Ég var í vört á liftara. Hvernig hljómaði spurningin? Kant á liftara. Akkurat. Þetta er enda og ég kann á liftara. Við ekki að Steindór hann er svolítið, já, hann er basically með rétt svar, sko. Já, menn að ég, og þú hann spurði, Leifur dómarann maður. Hann var ekkert að spurði hvort ég hef unnið á liftara. Fær hann rétt fyrir það? Já, hann fær til miður rétt fyrir þetta. Já! Þá ætlum ég bara að segja að kunna skipta dekk. Nei, akkur. Hann hefur keyrt og lit, hann hefur sótt bretti. Hann var að leika sér í tökum. Nei, já, ég sótti bretti í tökunum. Ég þurfti að kunna læra á hann. Næsta spurning. Herru, ok, þannig að við erum að tala um það að það komið staðið 3-1. Nei, þú varst með nei í meira próf. Það fekk ekki 2 fyrir fyrsta. Nei, ég veit, mér langar að gefa 2. Þú áttir að skilja, en það var ekki að tegja reglurnar. Ertu með verkfæra sett heima hjá þér? Já. Anskot, ég held að... Fekk að jólagjöf frá afa. Ég hef ekki fengið rétt fyrir þetta í fyrra. Það er mjög kallmannlegt að eiga verkfærasett. Ég á reyndar ömulegt verkfærasett. Ég er bara að tala um hamar og bara, já, það er pínlítið. Ok. Ef þú verður á Skorravatni, aleit með stöng, öngul og gyrni, getur þú veitt þér til matar? Já, ég held það. Ég veit það ekki. Er þið svona vanir veiðum? Já, svartu tópi og ný, Steindi segir bara já við öllu. Þú lítur að heyra þetta kjafta. Ég er alltaf að hugsa þetta. Möndur geta fundið maðk, þrættan á öngulinn. Já, það grínast. Ég er mikill veiðmaður. Ég veiði oft á sömrin, mjög oft.
Ég verð að segja nei við þessu. Það er svo allan að gefa blöð það. Áður að segja nei. Hann er hreinskilinn. Ég er líka hreinskilinn. Áður að segja nei. Nei, þú lígur bara til að fá stig. Ok, áður að segja nei. Ertu að segja mér og kunnir ekki að setja veiðistöng saman og setja orm á öngul? Það hefur kannski ekkert verið mikið í því. Hvort að maður myndi geta veitt setið mat, það er svo annað. Þú er ekkert víst að býta einhver á hjá þér. Nei, það er náttúrulega aldrei víst. En það er mjög líklegt að hendir maðkir og monni. Þú er ekki vanur veiðum Steinþór. Nei, ég er nú ekki vanur veiðum. Nei, ég veiði bara. Þetta er alveg svo hann getur staðið hérna á höndum og lyft sér upp og þetta er alveg svo hann getur tekið 100 kíló í bekk. Hann bara lígur öllu. Nei, eins og ég er farið í lax. Ég og Dóri DNA höfum farið í lax. Auðvitað því ég farið að veiða. Það var farið að veiða. Þú er aldrei farið í laxveiði á að veiða. Jú. Með kokteil og verið næstu í druknaður og allt þetta. Ég lendi í söllu. Með kokteil. Já, ég fór að bólakaf og vöðlutna fyllist af vatni. Ég var í sogin í stórhættu sko. Það er 4-2 og blöð það virkilega að catch up. Kanntu að setja saman IKEA fataskáp aleinn? Nei, ég held ég myndi ekki. Jú, nei, ég myndi klúra það. Já, ég líka, ég veit það bara. Ég myndi hringi hjálp. Ég hef alltaf hringt í hjálp þegar ég þarf IKEA. Þá hef ég yfirleitt alltaf hringt í pappa minn og kippa bjór og sagt honum svona, herru, kottu yfir í bjór og svo svona, herðu, ég var að kaupa þetta hérna í IKEA. Herru, maður fær bara lífsögu hérna við hvert einasta svar hjá hann. Það er bara, já, hringdi í pappan og þú vorti að veiða með Dóra DNA og getur þetta verið eitthvað langdregnara? En erum við ekki í útvarpinu að spjalla og bara næsta spurning? Herru, hvað keppniskap er þetta? Þetta er bara, það gengur vel. Hefur þið verið í tveng? Já, en akkur þetta, þú veist, þetta er alltaf maður. Punktur. Þið ætlum vant að þurfa að játa þetta í hverju viku maður. Það ríkar þetta. Getur við ekki sagt eitthvað? Við erum báðir alltaf í þessu. Það er bara best að svara og halda áfram, sko. Hverju viku að segja hlustendum að maður tróði sér í þrengingur viku, sko. Ekki vera gerandi gæs að tala meira um þetta. Næsta spurning. Ég tala neitt um þetta. Ég veit bara helst aldrei tala um þetta. Hvað er staðan? Það er 5-3 fyrir Stóni. Akkurat. Ok, kanntu að bóna bíl? Já. Það bara, ég er ekki að tala um að keyra ykkur löður. Nei, bara það geta allir bóna bíl sem er með tvær hendur, sko. Með tvist og klút og allar með pakka. Ertu með Jóa Fel í símaskráni? Já, ég held það. Ég þarf að tekka. Þurfum við ekki báðar að sína það? Ég skal bara sína hann hérna. Þannig sjá, Jói Fel. Þetta er 5-6 ef þú ert ekki með hann í símaskráni, það er blöðar að catch up. Þannig sjá, Jói Fel. Farið Jóð. Hérna. Blöðið með hann, Jói Fel. Já, byrju. Þetta þú ert ekki með, það er skemmt. Nei, skrýta hann hafi sagt að hann væri með hann. Byrju, er ég ekki með hann? Ekki renama Dóra DNA í Jóa Fel. Nei, fyrst að maður gerði það að segja já. Þetta er virkilega skellir. Þú er notað Jóa Fel í lögunniðinum og... Já, veistu hvað? Ég er náttúrulega stöðt sem ég fekk nýtt númer. Þannig að ég er ekki með hann. Herru, þú er sama númeri sinni kynntist þér, Steindi. Nei, víst, þetta er nýtt. 4 ára eða eitthvað. Blöð geti catch up núna. En heyrður þú samt hann sagði já? Ég held ég væri bara með hann. Hvað er þetta? Ég er ekkert að reyna að ljúga neinu í þetta. Ok, það er núna, það er 5-6. Ertu alltaf með fullan ískap og bjór? Inn í vaskási, já. Já, það er auka ískapur þar. Punktur? Nei, ég er ekki með fullan ískap. Ég á alltaf einhvern bjór, kannski 2, 3, 4. Kemur aldrei heim til þín og það er ekki til neitt bjór? Það er alltaf til bjór, en ekki fullu skápur af bjór. Ég tala til... Já, spurningin. Ég er að meina sko ekki bara eitt. Þú veist, maður kemur heim til þín og maður veit alltaf maður bjór hjá... Ég gæti alltaf bóðið upp á bjór. Ég veit ekki alveg. Hvað viltu ekki gefa mig stig fyrir það? Fullan ískap og bjór, með sér ískap fyrir bjór. Já, ég er ekki með sér ískap fyrir bjór. Og hún með eitthvað fallega mynd upp á veggið það ekki þóttáðsjóður. Nei, hún er ógeðslega. Það var jólagjöf frá þér, hún er viðbjöð. Ég sé þessa mynd, hún er hæðileg. Hún er þetta beint fyrir ofan bjórskapin. Ef ég með kippu á bjór í ískapið á mér, hættu þessu Steindi. Ég er bara að spyrja, fæ ég stig fyrir kippu? Nei. Það er 6-6. Þetta er mjög spennandi. Nú komum við að spurningu en að má sjá. Getur eldað 8-10 rétti án þess að fá leiðbenningar? 8-10 rétti? Nei, ég geta ekki. Byttu nú við, 8-10 rétti? Já, það getur verið kjúklingabrengar, lax, omeletta, þú veist, bara einhverjir pilsur, ég get svoðið pilsur, það er réttur. 8-10, sko, hvað finnst þér, þú veist? Það er spagetti og pilsur. Þetta er 6-6, þetta er mjög mikilvæg spurning. Ég get hendi bjúur og slátur, ég get hendi, ég ætla að segja já þessu. Ég geti gert það. Ég held meira svo að ég geti gert það líka. Já, hann er sant, hann er completely honest. Horfðu reglulega enska bolta með fjöluðunum? Nei. Punktur og blöð. Þetta er mest spennandi keppni. Það er Dead Tide 7-7. Það eru 2 spurningar eftir. Ef þú vaknar og heyri skringileg hljóð fram í eldhúsi, ríkur upp, nærði baseballkjölun og öskrar: Er eitthvað annað? Nei.
Nei, alls ekki. Já, þú veist, setur sængin yfir höfuð bara og... Nei, ég myndi segja bara, heyrðu, hvað einhver komin inn? Lapparu fram og tjekka hvað frétta það? Ef ég myndi heyra þurrsk frammi? Já. Ég myndi halda þetta voru hundurinn. Ég myndi bara rötta fram og segja að tjekka hvað í gangi. Já, það alveg það sem ég leiti eftir, sko, því að hvort þið myndu fela ykkur undir sængin eða fara fram og tjekka... Nei, maður myndi fara fram. Hvað græður á því að fela undir sæng? Nei, bara að séu big pussy, séu real man, the king of being a real man. Já, ég myndi hjóli í þetta. Þetta er punktur á báða. Yes. Hörru, þetta er, sko, it's all going down to the wire. Það er ein eftir. Ok, hefur þú drukkið bjór, ropað og hristið allt á sama deginum? Drukkið bjór, ropað og hristið á sama deginum? Nei. Hefur þú ekki gert það? Ég er bara ekki ákvað að vinna þetta á þessu. Það getur vel verið að ég hef gert það. Já, það kemur engum óvart. Þetta eftir graður ógeðslu. Býtu hvað ég þarf svar alltaf, það er 8-8, þetta er sigur spurning. Það hefur ekki bara slætið jáið frá mér á þetta og... Já, segðu hvað hann gerir til að vinna. FM 957 og 1011 í samstarfi við Váer og Pepsi Max gefa heppnum hlustendum FM 957 draumaferðina á tónleika með Justin Bieber í Washington DC í Bandaríkjunum 29. apríl næstkomandi. Hey, this is Justin Bieber. 38.000 Íslendingar á leiðinni á tónleika með Justin Bieber í Kórnum Kópavogi í september. Hvernig væri að sjá þessa stærstu stjörnu heims á undan öllum hinum? Konan í þínu lífi á skilið dekur. Laugar Spa. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar. Flestir bóttar myndu teljast óvinsælar konudagsgjafir, nema þessi. Hann stefnir í 34 milljónir. Lotto, leikurinn okkar. 24 tíma marinering og 4 tíma eldun. Þannig matruðu við rifin okkar. Dirty Burger and Ribs. 5 í fötu. Það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think you should. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think you should. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. Þetta er hann Justin Bieber, hann er að spá að fá sér nýjan ABBA. Við óskum honum til hamingju með það. Virkilega gaman að heyra. Maður í slúðrunni hér fyrir í dag.
En það komið tími á dagskrárlið sem að byrja hjá okkur í síðustu viku. Við reyndum aftur í dag að ringja okkur inn Veika við Steindi. Og já, ef við ekki bara taka þetta eins og síðast, byrja á mínu símtali. Jú. Ég ringdi í Krónuna og já, svona, sagðist ekki að koma inn í dag. Og svo skulum við heyra, Steindi, þú ringdir í hvað? Ég ringdi í Eimskip, ég hef mjög gaman að þessu. Að ringi eitthvað út í bæ og sestur að Veikur. Mér finnst það æðislegt. Já, ég hef gaman að þessu, tekka hans á þessu. Góðan dag, hvað er pass? Já, góðan daginn. Herðu, þetta er hann Kitty hérna, ég er í jafnaðarselinu. Já, sætt. Hæ, herðu, gallinni Veikur í dag, maður. Hérna, allar að tala við hvernig það er að... Ég ætlaði bara að tilkynna veikindi, ég er ekkert að fara að mæta svona, það er nokkuð ljóst. Segir sér bara sjálft, kemur ekkert orð sem er bronkitis. Allar að tala við Vestlandastöðan í Jafnarseli. Já, bara þann sem að þarf að vita, ég kemst ekkert í dag og þetta er ekkert bara því að föstudagur. Þú heyrið það nú að maður sigur uppi og að viðbjóður í gangi, sko. Já, hérna... Ég held sveimið og ég held sem hita. Já. Það kemur ekki orð, ég er allavega með kvef, búin að vera hnerra og... Akkurat, þetta er að ganga. Já, nákvæmlega, þetta er alltaf að ganga, maður. Já, ég hérna... Þetta er bara, er þetta ekki bara... Vestlandastjónu sem þarf að tala við, Jafnarseli. Er þetta ekki bara stullur og pornöp og maður chillar þetta föstudagskvöldi? Já. Já, nákvæmlega. Það er mist alltaf svo óþægilegt að hringja inn á föstudöfum, þetta er ekkert eitthvað djamið að neitt, sko. Ég er búin að vera að vinna þarna alveg í 3 mánuði og staðið mér svo hetja, sko. Já, hún heitir Anna Lassen, Vestlandastjónu, ekki bara gefa samband við hana. Kemur ekkert orðið sér bronkitis. Já, þá er hún að fara til læknis. Já, mér bara, það er ekki eitthvað svona, mér er búin svo illt í hálsinum. Já, það fólk talar þetta. Já, það ekki? Jú, ég er búin að heyra það. Já, þetta er helvitis viðbjöðum, maður. Já. Maður er bara að sjóða. Eru þetta? Já. Heyrðu, ég ætla hérna að gefa það samband. Ég er off í dag. Það er bara pottet. Ég ætla að gefa það samband við hana. Ég er off. Þú voru að segja henni það. Kristján Baldursson. Kristján Baldursson, hann er off í dag. Já, heyrðu. Það er bara þannig. Þú heyrið það. Maður er fár. Já, má ég ekki gefa það samband við hana? Ég ætla bara að henda bara stöðubuxur hérna. Jú, ég skal, jú. Já, endilega, ég ætla að gefa það samband. Já, takk fyrir það. Já, takk. Já, bye. Já. Þetta er Kristján hérna. Hæ, ég er off í dag. Nokkuð ljóst. Ég er off í dag, maður heima vegur. Hvað segir þau? Ég segi, ég er off í dag, maður heima vegur. Ég er bara komin á stöðubuxur og bara búin að henda King of Queens á eitthvað. Þetta er rétt að búð? Það ætla ég að vona. Í hvaða búð ætlar að hringja? Jafnaðarseli. Kristján? Já, off í dag. Það er enginn Kristján í Jafnaðarseli? Nei, því ég er heima vegur. Segir sér sjálft. Það er enginn Kristján að vinna í Jafnaðarseli? Nei, ekki þegar hann er heima veikur. Þú veist bara aldrei. Hæ? Það vinnur enginn Kristján í Jafnaðarseli. Nú, hvað gerir ég þá að maður? Hvað er það að sagja með að vinna ekki? Hvað gerir þau? Hæ? Hvað ertu að gera svo eftir hérna? Nú bara þann djöfulinn sem þú byggðum um. Alltaf gert. Herðu, út af svona hegðun, þá kemur ekki heldur inn á mánudaginn. Nei. Það var gott. Þetta er blessuð. Herru, þetta er steikt, ég hætti þarna og já, sko, það er erfitt þegar maður lendir í þegar hún byrjar að spyrja ert að vinna eða hvað ert að gera, við getum ekki svarað því. Eina sem við getum gert Steindi fyrir næsta föstudag er að finna nöfn á einhverjum stöðum. Þetta tala að finna nöfn á starfsmanni? Já. Þá geta hann verið mættur. Hefur ég getið Kristján það? Nei, Kristján, hann er bara við hliðina á mig, sko. Þú veist bara að þú ert einhvern vin sem vinnur eitthvað staðar og veist hvernig hann mætir í vinnuna. Þú bara farið með upplýsingar. Já. Það er skoða. Já, skoða það. Gerðu það næst. En Steindi, hann hringdi þessi líka en vegan og við skulum heyra hvernig það gekk hjá þessum vitleysing. Eimskip, góðan dag. Halló. Góðan dag. Góðan daginn. Herðu, Guðmundur heiti ég. Og ég ætlaði bara að ringja inn og tilkynna veikindi. Já, hvað ertu að vinna, Guðmundur? Ég er bara að vinna þetta núna upp á Selskro. Upp á Selskro. Og ég bara ekkert geta mætt, sko, ég reyndi að ringja í aðalkallinn. Og hann svaraði ekki. Ok, hver er það sem ég get komist að skilja þá? Þetta er Guðmundur Hafkjells. Já.
Og ég sendi honum nú smá skilabóð kallinu líka en það er bara ég er bara alveg sjaldan verið jafn veikur. Það er eitthvað að ganga, krakkandi komið með þetta heim á leikskólum og svona, þetta er bara upp og niður. Þannig maður er bara búin að vera á klósettunum bara með nálót og í báðum sko. Þetta er bara búin að vera alveg eins og martruð. Og ég mæti nú alltaf í vinnuna og hef alltaf gert sko nema ég get ekki farið fram úr eins og sko. Nei, ég skil það bara vel. Það er alveg, ég þarf bara að komast í helst bara 40 gráða heitt bað sko. Bara yrkjasti og setja köttin á fónin sko. Cat Stevens. Já, jú, ég náðu þessu. Já, rúsinu puttar og bara stór pungur sko. Hver er yfirmaður þinn? Herru, það er Haffi. Haffi, já, ok. En kemur þú, sendið þú á hann fyrir mig eða? Já, ég skal gera það. Já, það er bara, ég ætla að taka bara heitt kakó í dag, sko. Ég er bara, maður er hann að rífa þetta úr sig, sko. Já, akkurat. Á 10. seríu af Friends, sko. Bara Joey kissir Rachel, sko. Kemur þessi ekki til skila? Jú, ég sendi á líka. Látt þig batna. Já, takk fyrir það. Ég ætla bara, ég hugsa þetta sé bara stíl á kallin, sko. Bara, hún sofið helviti úr mér, maður. Og er búin að vera bara alveg, sko, með svima líka inn í þessu. Já. Og maður er alltaf getur ekki reykt eða neitt sko. Þannig að það er alveg bara, þetta er alveg hrikalegt, þetta er hrikalegt. En ég er að tengja bara gamla góðu nes eða eitthvað, taka bara töfraflauturnar í Mario 3 og svindla mér í gegnum leikinn. Vil stela það. En eða svona öllugrið slettu, þá þarf maður bara að taka Passenger 57 sko, bara poka Haribo og kropp í sama sári sko. Þú voru bara að fara vel með þig. Harna blóð þar og, já, kropp í þetta. En þetta, já. Herru, þú kannski skilur til að hafa. Já, alveg sjálfsög. En annars er þetta bara, þetta er bara svona, eins og þetta maður er náttúrulega bara sár lasin og þú trúir mér alveg ekki? Jú. Já, ég er ekkert að grínast. Nei, þetta er að ganga þannig. Já, þetta er nefnilega að ganga, það er nefnilega máli. Þannig að þetta er bara dagur Hastingsins, það er bara 6 tíma pánur og það er bara fljúandi háur hiti hérna, sko. Það er með fljúandi háur. Það er bara kóseittur, alveg undir illjónum öllu. Herðu, þú kemur svo kannski til hans? Já, ég gerði það, alveg svolítið. Senda á línu. Það er bara shake and bake á kallinn. Það er svolítið. Já, ok. Það farið vel með þig. Já, ég reyni það. Ok. Já, bye. Vill glæðja allar konur. Fylgstu með FM 957 og þú getur nælt þér í fullkomna konudagskjöf. Gjafabréf á Sushi Samba. Degur gjafabréf í Laugar Spa. Gjafabréf frá Vero Moda. Ilmin Love Story frá Chloe og snirtiföru frá OPI. Gjafabréf frá Polsport og glæsilegan blómvönd frá Blómavall. FM 957. Nemendamótsnefnd Verslunarskóla Íslands kynnir með stolti söngleikinn Moulin Rouge, byggður á sannendri kvikmynd frá árinu 2001. Söngleikurinn er sýndur í Austurbæ á 50-kvöldum klukkan 8 og sunnudugum klukkan 4. En uppselt er á fyrstu 3 sýningarnar. Sýningin er fyrir fólk á öllum aldri, full af gríni, spennu og romantík. Keyrð áfram á glæsilegum leik, söng og dansi. Nældu þér í miða á miði.is. Taco sem dansar tango við bragðlaukana. Serrano. Fresh, happy, Max. Með já.is appinu finnur þú stystu leiðina til fólks og fyrirtækja. Sæktu appið á já.is. Það kostar ekkert. Já er svarið. Besti hvíti rússin í heimi er á Lebowski bar. Skráðu þann gamla og leitað af nýjum. Höfðabílar.is. Ríðu þig í gang! Fitnessport fyrir fólk eins og þig. Klassískur, pönnu, löfléttur, ítalskur og glútenlaus. Já, á Dominos getur þú líka haft botnin glútenlausan. Þú velur Dominos. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Það er rétt til að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Vá, klukkan er hún er 17 mínútur í 6. Tíminn svo fljótur að líða. Ég veit að við þurfum að vera í 3 tíma. Þess vegna líka erum við að keyra okkur í 1 blöð. Við erum að fara núna í Mæli og Patrik Hotnið. Nei, við vorum að... Nei, alveg sama hvað þú segir. Nei, ég var reyndar ógeðslega til að, sko, hann er búin að lofa mér í að það sé eitthvað hjút, sko. Mæli Særis og Patrik Hotnið. Hann segir mig það, ég held þessi bara byrja eftir saman. Já, ok, hvað er að frétta þenn? Sko, byrjaði að setja trailerin í gang, allan að ég veit að róð mikið að byrja allan trailerin, eða eitthvað hluta kannski. Hvað, er þetta langur trailer? Já, þetta er hlutur þessi. Sko, getur haft það bara undir, lágan, ég ætla að síðan byrja að hækka rétt á þetta. Ekki var þetta aðeins, tekum á þessu.
And I know you're wondering, what is Patrick Schwarzenegger doing right now? There is only one man who knows what they're doing right now. And that is... Akkur fullt af einhverju Schwarzenegger sem röddum. Því að Miley og Patrick Schwarzenegger hotnið ass-face. Nei, menn akkur þetta samt bara get down, get down, get down, get down. Make me an explosion, no, get down. Marga góða setningar frá Hræðilegu trailer. Þetta var Ég ætla að rósa þér, þú átt nokkra góða en þessi var vestur. Þessi var hrikalegur. Ói bara stið. Sko, ég ætla að biðja fólk að fólk keyrandi að stöðva bifreiðina og ef þú stendur að fá þér sæti. Það enginn að fara að gera það. Þetta bara Patrick og Miley. Klára þetta bara, hvað að frétta þenn? Já, það var að koma sláandi frétt. Það lítur út fyrir það að þegar að Miley og þessi ég er búin að segja ykkur og Patrick voru í ástarlífur hátíðarnar að þau hafi gift sig í laumi. Ekki Patrick og Miley. Nei, fyrir ekki Miley og Liam Hemsworth. Miley og Patrick þetta sjálfsögðu hætt saman. Miley og Liam Hemsworth sem eru saman í dag voru saman í ástarlífu hátíðarnar. Þau hafi í a private beach ceremony gift sig. Það bara þannig. Og þetta ekki stærstu fréttina samt. Þannig að blöða, hvernig fínt þú myndi fá það sæti? Þetta fannst mér ekkert vera það. Þetta líka ekki stærst. Þetta svo tilgangslöst. Málið að svolítið sláandi að enginn og fjölskyldununa Miley komst í athöfnuna. Þau voru alltaf bara í LA en fjölskylda Liam Hemsworth mætti í giftinguna. Verðt alveg hreinskilni, þeir ekki sama? Nei, mér ekki sama, hvað mennur? Nei, ok. Sko, núna er komið að Akkur mætti ekki fjölskyldan hennar? Málið það náttúrulega málið. Þau voru bara í LA í chillinu. Það sem mjög skrítið sko. Þetta var spur of the moment, segir vinkona Miley. Þau var ekki þessu boð? Þau sögðu bara, voru á ströndinni, hörðu, giftum okkur bara. Talandi giftingar, það allt of fáu vini mínir búin að gifta sig. Það er svo gaman í brúðköpi. Við giftum okkur félagarnir í Vegas. Nei, við máttum það ekki. En svo steindi, af hverju þú ekki búin að gifta? Ég á nú ekkert rosalega marga vini sem eru búin að gifta sig heldur. Nei, það er ekki svo margir, nei. Er ekkert gifting á næsta leiti? Þetta er ekki svo í gamla dag að þú giftir 22 ára sko. Nú er þetta frekar þannig að þú giftir í 60, 70 kannski. Nei, það er ekkert gaman. Nei, maður Rikki, þú ert ekki búin að gifta það, Rikki, ég er ekki giftur, nei. Það er ekki giftur en það maður. Allavega nú koma stóru fættunum. Þau eru, þetta bara lesa bara direct quote af ekki ómerkari síðu en dailymail.co.uk sem er álur síða. Liam has promised to take Miley on the honeymoon of her dreams. Okay, tilduð ykkur. They're planning a European adventure later this spring. They want to visit volcanoes in Iceland. And then make their way to Paris, followed by Italy. A month-long getaway. Miley er að koma á klakan. Boom. Og þið heyrðu það fyrst hér? Boom. Heldur það að koma á klakan? Miley sér, hverjum er ekki saman? Og hvenær munuðu koma sér? Í haust? Já, ég menn og sér hérna er þetta stendir, sér hérna er þetta. Það er alveg ár þangað til sko. Já, ár, býtu, þau eru bara komið í haust, bara kannski. Það er bara komið sömar sko, það er bara komið vor sko. Kannski komið á bíber. Og síðan er spurning, eru að fara alla Miley að hendur hún í geggað? Nei, ekki hún að koma hérna í brúðkaupsferð og slappa. Var þetta megaslúður Miley og Patrick? Já, en býtu við og Patrick eftir. En ég meina rólu, þú getur verið að detta þetta inn bara í, þú veist, september. Þetta var Miley, en haldið, sko, ef þið býðið að heyri með Patrick. Er enginn að tala um að Jackie Chan sé á Íslandi? Jackie Chan á Íslandi? Hann er mættur til landsins, já, Jackie Chan, hann á leiðinu. Er hann leiðinu? Rumble in the Bronx, show some respect. Ok, nú er allir að spyrja, hvað er þetta Patrick? Það er enginn að spyrja þig. Sko, það var alltaf fjasko með það hvort að hann og Rob Lowe var í vinnu daginn, þeim allir á pæli og ekki setti Hollywood á hliðina. Það er nýtt dæmið komið inn. Hann setti mynd af sér með Taylor Lautner hérna inn á Facebook síðan í daginn. Taylor Lautner er aðal gæinn í þáttunum Twilight saga, film, seríu, myndi af ekki sér Twilight myndir ás. Jú, hann aðal gæinn þar, hann dökkari sexy gæinn með sixpackið. Setti mynd af þeim tveir saman á Facebooki sitt og nú eru mennfæðin að tala, eru þeir félagar í dag? Guð minn, alveg, þetta er ekki hægt maður. Hvað er þetta? Ég ætla að gera fyrir Miley Cyrus að slökka á þessu ógeðslega horni og setja á. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. Hún er
tónlistarlegin til Íslands, ekki haust heldur vor. Já, við sko, fyrsta lagi skitum við, hún er ekki komið haust, hún er að koma bara núna, basically bara right now. Það bara mánuður í já. Styttist í mæli. Hún má eiga það á mælisæri, hún góð tónlistakona. Ég ætla að vera á flugvöllunum, og ég ætla að hlaupa eftir þeim út í bíl og eitthvað að vera með einhver almennleiðindi. Þú ert 36 ára árinu. Já, en það... Þú veitir bara hrættið þið, sko. Það styttist í lokin hér hjá okkur. Ég ætla að minna á, ef fólk elskar Free Cash og fólk elskar Eurovision, Betsson með Eurovision stöðlana inni, hver fer áfram. Það er Eurovision á morgun. Hvað líklegast á Betsson núna? Sko, nú stöðlinn á Öldudís 1,7. 1,7? Aldadís að vera að vinna þetta? Ísland og talent? Það var 3 í morgun, 1,8 áðan, 1,7 núna. Menn að dæla á Öldudís. Hún er svona hún er líkleg. Þú fær 70% ávöxtun á kessið þegar þú dælir á Öldudís og Betsson. Ég var að keyra inn link á Twitter fyrir það sem vilja rakinn og með þess að Greta Salome, sem er líka með gott lag, hún með stuðul 2. Já, þetta þær tvær sem svona að býtast þetta? Já. Setur 1000 kall, fær 2000. Greta Salome, hún er ekki að syngja það í þessu. Er hún ekki bara textahöfundur okkur leið? Nei, hún er syngjandi, hún er singer hard. Hún er syngja, maður. Hvað er það ekki að fylgjast með? Ég er ekki búin að, já, ég þarf að gera það. Og síðan var eins og Steindi var að peppa á hann Elisabeth Ormsklef, hann sagði að hún myndi mögulega taka þetta á. Já, hún er rosalega. Það stuðul 10 og hann sko, hann ef að Steindi kannski gemling með hann og til kannski sénsinn á því, en þú þekkjur Öldudís eða ekki, Poop? Já, þekki, jú, með henni talentinu maður. Já, heldur hún takit ekki? Já, hún er allavega hrikalega góð að syngja. Og mér finnst lagið líka flott. Ég hugsi gefið henni mitt atkvæða morgun. Ingo Veðugur, komst hann ekki áfram með það? Með það skeitt. Í alvörinni? Ég peppaði hann vel samt og ég hindi inn og kaus hann og alla bakarinn. Já, gekk ekki. En hann stóð sér mjög vel, hann mætti hann með sólgleru og... Nú að það? Já, hann tók þetta, hann var bara svo fagmaður hann. Var hann að syngja það? Góða fólki var að gefa hann skít út en hann búin að lesa yfir listamennunum okkur á daginn. Það þetta grjótart að mæti með sólgleru? Já, mjög skrítið. Hann tók það ekki af sér í útsendingunni neða í backstage. Nú er hann komin á dæluna kallina? Nei, hvað? Hann var samt með svalu með þau, sko. Johnny Cash var og hann satt líka, sko, svona eins og það var klift í backstage-herbyggið, þá satt hann svona með glerun á sig? Svona hálfur í stólum einhvern veginn, svona nefndu sig ekki, mjög var eitthvað töffari? Já, mjög kúl. Töffari Veðugur? Já, ég skildi ekki. Nei. En ég vona að hann taki þátt aftur því að... Já, eitt sem á að taka aftur þátt í Eurovision, það er Sverrir Bergman. Hann náttúrulega tók þátt síðast var... Hardmouth. Já, komst ekki í úrslitin. Já, ég var til að sjá hann fá eitthvað alvöru lag og syngja í Eurovision. En hann reyndar, verður með þjóðatíðalagi núna. Láttu hann næja. Hvenær fá að heyra þjóðatíðalagi á Manswest? Í júni. Í júni? Já, Manswest. Það er náttúrulega þjóðatíð ágúst, sko. Já, þetta er skellur. Já, hvenær, er þetta frumflutt í júni? Já. En það er komið að lokum hér hjá okkur í dag í FM 95 blöð, búin að vera hérna síðan 4 strákarnir og við verðum mættir hér í næstu viku. Næsta föstudag í blússandi feeling. Það er stór helgi framöndan, Eurovision, það er ásættið hjá okkur annað kvöld. Við vissum á Eurovision. Erum við ekki að vera að fá okkur 2 á morgunna? Ásættið 365. Já, ég vann spurningakeppnina í dag. Já. Svindlaðir Þú ert að real man. Já, samkvæmt þér og þínu mæli hvað er ég að real man. Já, þú ert að rópa og hrista það á sama dag. Nei, ég var ekki ég hef nú ekki nú á því. Þú vannst á því. Nei, ég var ekki bara því að kunna elda á það rétti. Vannst nákvæmlega á því. En til hann ekki með það, þú átt að til að rópa og hrista. Nei, það á ég alls ekki til að gera það. Það er komið að lokum, farið varlega helgina, hafið það gott og við heyrjumst næsta föstudag.